Góðan daginn, velkomin á framboðsfund Austurfréttar Austurgluggans fyrir sveitarstjórnarkosningar 2026 í Múlaþingi. Ég heiti Gunnar Gunnarsson og ætla að stýra fundi hér í dag og ég ætla aðeins að byrja að ræða fyrirkomulag fundarins. Austurfrétt stendur fyrir einum sameiginlegum fundi í Múlaþingi. Við bæði sendum hann út og tökum spurningum rafrænt. Með þessu fyrirkomulagi viljum við tryggja að allir íbúar hafi jafnan aðgang að fundinum, bæði að sækja hann og spyrja. Leiðbeiningar hvernig senda má spurningar eru aðgengilegar í frétt í gegnum forsíðu á forsíðu Austurfréttar. Í kerfinu hægt að sjá það spurningar sem þegar eru komnar inn og kjósa með þeim sem eykur líkurnar á að þær verði bornar upp. Við munum þó aldrei komast í gegnum alla þær spurningar sem borist hafa inn í kerfinu. Við byrjum fundin á stuttri framsögu frá hverju framboði. Eftir þær förum við gegnum spurningarnar sem borist hafa gegnum netkerfið. Við erum með 5 framboð hér: Framsóknarflokk, Sjálfstæðisflokk, framboð Austurlista og Viðreisnar og Vinstri hreyfingarinnar Græns framboðs og Miðflokksins. Við ætlum að bjóða listunum, eða þeim sem sitja fyrir listana hér í kvöld, að kynna sig og við byrjum hérna fjærst mér. Góða kvöldið, Ívar Karl Hafleðarsson ég. Ég sitja sveitarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég í byggðarráði, formaður stjórnar hef veitna og setja auk þess í öðrum nefndum að ráðum bæði hjá sveitarfélaginu og ríkinu. Já, Berglind Harpa Svansdóttir heiti ég oddviti Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi. Ég auðvitað í sveitarstjórn eins og ég jafnframt formaður byggðarráðs Múlaþings og ég einnig formaður samtaka sveitarfélaga á Austurlandi. Já, góða kvöldið. Lárus Bjarnason heiti ég og leiði lista Miðflokksins í Múlaþingi. Nú, ég nýr á lista og ekki í sveitarstjórn sem stendur en vonast auðvitað til að komast þar að. Já, komið sæl. Jóhann Harðarsson heiti ég, ráðgjafi og í 4. sæti hjá Miðflokknum Múlaþingi. Ég einnig formaður Hattar hérna í Íþróttafélags og Veiðstöðum. Góða kvöldið, ég heiti Jónína Brynjólfsdóttir, oddviti Framsóknar í Múlaþingi og hef verið að starfa í sveitarstjórn frá sameiningum. Ég raun og veru á þessu kjörtímabili, var varabæjarfulltrúi þar áður. Ég forseti sveitarstjórnar og formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs ásamt öðru. Já, komið sæl. Eiður heiti ég og Ragnarsson. Ég starfa sem fulltrúi sveitarstjórn á Djúpavogi. En nú reyndar að hætti því starfi og snúa mér alfarið að því að sinna ferðaþjónustu sem við bræður rekum á Bragðavöllum og sitt í öðru sæti á lista Framsóknar. Já, komið sæl. Ásrún Mjöll Stefánsdóttir heiti ég og leiði lista Vinstri grænna og óháðra sem kom ekki fram hér. Ég sveitarstjórnarfulltrúi í Múlaþingi. Ég sitt í umhverfis- og framkvæmdaráði og fjölskylduráði og ég formaður stjórnar Lungaskólans á Seyðisfirði. Já, komið sæl. Helgi Hlynur Ásgrímsson frá Borgarfirði, útvegsbóndi. Ég seti sveitarstjórn, skipa annarsæti á lista VG og óháðra. Seti byggðarráði og já. Hólmfríður Einarsdóttir heiti ég og leiði lista Austurlistan og Viðreisnar í þessum kosningum. Ég markaðs- og samskiptafræðingur og að koma alveg fersk inn í pólitík. Já, gott kvöld. Ég heiti Eyþór Stefánsson og í öðru sæti á lista Austurlistans og Viðreisnar. Ég bý á Borgarfirði og fæddur og uppalinn Jökuldælingur og formaður heimastjórnar Borgarfjarðar. Takk fyrir þetta og þá byrjum við á framsögum. Fyrstur tekur til máls Lárus Bjarnason frá við komum hérna í púltið í framsögunum. Fyrst tekur til máls Lárus Bjarnason frá Miðflokki. Já, góða kvöldið aftur. Eins og kom fram að þá leiði ég lista Miðflokksins hér í Múlaþingi og kynnti mig áðan en ég kannski lét þess ekki getið að ég fyrrverandi sýslumaður á Austurlandi og áður fyrr hér í Múlasýslum og þekki ákaflega vel til á svæðinu. Nú,
stefna flokksins, það best ég kynni hana fyrst og hún nokkuð skýr, sett fram stefnuskrá fyrir þessar kosningar og það eru 7 stólpar sem við erum með þar. Það fyrst og fremst fjármál og rekstur og þar höfum við áhuga á því að leiðrétta hallarekstur sem á sveitarfélaginu og höfum sett fram skoðun okkar á því að það þurfi að endurskoða og gagnrýna fjármálin og að gera það af óháðum aðila sem að kæmi þá að því þar sem að hér halli á A-lið upp á 376 milljónir 72 milljónir króna á árinu 2025 og þetta gerum við nú fyrst og fremst í þeim tilgangi að hagræða og nota peninga sem best í þágu samfélagsins. Það er okkar hugmynd. Nú varðandi innviði og samgöngur sem annar stólpinn að þá hefur miðflokkurinn hug á því að berjast áfram fyrir Fjarðarheiðargöngum eins stíft og hægt og ýta við ríkisvaldinu eins og mögulegt í þeim efnum. Sömuleiðis viljum við að Axarvegur verði settur í forgang. Nú það eru fleiri atriði í samgöngumálum sem að hrjá okkur. Við höfum á heimsóknum okkar til hinna kjarnana, byggðakjarnana komist að raun það að það nú erfiðleikar til dæmis hjá Borgfirðingum af því að það ekki mokstur alla daga viku þar og það setur svolítið ferðaþjónustunni á þeim úr sambandi þannig að þeir myndu gjarna vilja fá meiri mokstur og betri. Nú eins hófum við nú eftir því að það væri nú ekkit svo mikið stórmál að gera göng þar í gegn, það ekki nema 800 metrar eða svo að gera göng sem að myndu henta þeim. Nú það nú svo önnur ella eins og hann segir, Eyjólfur vinur okkar, ráðherra. Nú við erum með skipulagsmálin og uppbyggingu líka á okkar taktinum og viljum gjarnan að skipulagi verði klárað þar sem það á við. Nú í fræðslumálum að þá höfum við líka ákveðna skoðanir og þetta geta menn nú lesið allt saman á netinu hjá okkur. Nú íþróttir og tómstundamál og lýðheilsa, við setjum það í forgrunn og viljum mjög gjarnan að þau mál fái góðar lyktir. Nú eins og með atvinnulíf og nýsköpun við höfum verið að reyna að koma því á að það sé stutt við það. Nú eins þurfum við að auka sýnileika Múlaþings, tala hærra og vera skýrari. Ég þakka fyrir. Og þá tekur til máls Hólmfríður Rut Einarsdóttir, L-lista. Góða kvöldið og komið sæl, bæði þeir sem hér í sal og þeir sem sitja og horfið, hvar sem þið eruð. Ég hingað komin til að tala sveitarstjórnarmál. Við í Austurlistanum og Viðreisn bjóðum okkur fram vegna þess að við teljum að þessi hægt að gera meira fyrir Múlaþing. Það þrennt sem brennur á okkur umfram annað. Það eru málefni barna, ungs fólks, það eru velferðarmálin og síðan þarf aukna ábyrgð í rekstri sveitarfélagsins til að hægt sé að hrinda umbótaverkefnum í framkvæmd. Múlaþing á meira skilið. Við viljum byggja framsakið og fjölskylduvænt samfélag þar sem þjónustan fyrsta flokks, óháð því hvaða byggðakjarna þú býrð í. Þannig löðum við að okkur ungt fólk til að setjast hér að með fjölskyldur, þannig sköpum við forsendur fyrir blómlegu atvinnulífi og þannig byggjum við upp öflugt Múlaþing til framtíðar. Börn og ungmenni eru forgangsmál hjá okkur. Til þess að styðja betur við börnin þarf að styðja betur við kennara, starfsfólk skóla, foreldra og við þurfum að bæta ferlana í stjórnsýslunni. Við ætlum að styrkja frístunda og íþróttastarf í samstarfi við íþróttafélög og aðra hagsmunaaðila. Við ætlum að auka stuðning við börn með sértækan vanda. Við ætlum að fjölga sérfræðingum, sálfræðingum, þroskaþjálfum, iðjuþjálfum og félagsfræðingum. Það vöntun á þessu inn í skólana til að styðja við kennara nemendur og nemendur.
Við ætlum að auka stuðning við foreldra með foreldrarýnu þar sem þau hafa aðgang að samtali við sérfræðinga. Og með því að brúa bilið strax þá spörum við mannlegan og fjárhagslegan kostnað til framtíðar. Góð þjónusta krefst fjármagns og ábyrgðar. Við bjóðum nýja nálgun í rekstri. Við ætlum að opna bókhald Múlaþings. Íbúar eiga að geta séð hver einasta króna fer. Og við ætlum að gagnsæi er besta aðhaldið. Við ætlum að bæta innri ferla stjórnsýslunar, það skilur okkur hagræðing á fjármunum og gefur starfsfólki tíma til að sinna fleiri mikilvægum verkefnum. Við ætlum að hagræða í innkaupum 5-12%. Það eru fjármunir sem við viljum nýta í þjónustu við íbúa fremur en kerfið sjálft. Við trúum á að færa lýðræðið nær fólkinu. Við munum efla heimastjórnirnar og gefa þeim raunverulegt vægi. Eins munum við gera öldunguráðunum hátt undir höfði og styrkja stöðu þeirra í stjórnsýslunni. Ekkert án ykkar. Við bjóðum ykkur nýja sýn, faglega stjórnsýslu og meiri metnað í málefnum sem snerta okkur öll. Takk fyrir. Og þá tekur næst til máls Ásrún Mjöll Stefánsdóttir, VAFLista. Já, takk fyrir. Við förum eflaust meira í praktíkina hérna á eftir í spurningunum. En ég hef oft hugsað það síðustu ár hvaða sem að gerir samfélag raunverulega gott að búa í. Það eru ekki stærstu framkvæmdirnar einar og sér eða mesta atvinnuuppbyggingin þó hvort tveggja skipti vissulega miklu máli. Heldur hvort fólk upplifir öryggi, tengsl og möguleika á að lifa innihaldsríku og góðu lífi. Þegar ég flutti í Múlaþing fann ég strax hvað það dýrmætt að búa í samfélagi þar sem fólk þekkir hvert annað, þar sem náttúran hluti af daglegu lífi og þar sem maður finnur að hvert og eitt okkar getur haft raunveruleg áhrif á samfélagið. En góð samfélag verða ekki til af sjálfu sér og þau viðhalda sér ekki sjálf. Þau verða til þegar við ákveðum aftur og aftur að setja fólk, velferð þess, heilsu, nær umhverfi og lífsgæði í fyrsta sæti. Kannski það svolítið eins og hjónaband, þar sem maður tekur ákvörðun á hverjum degi að koma fram af virðingu, veita umhyggju og taka ábyrgð. Að muna hvað það sem raunverulega skiptir máli og haga gjörðum sínum eftir því. Það mikilvægt að við spyrjum ekki bara hvað getum við eiginlega byggt, heldur hvers konar samfélag erum við að byggja. Við í VG og óháðum viljum samfélag þar sem ungt fólk sér framtíð fyrir sér, þar sem barnafjölskyldur upplifa stuðning og öryggi, þar sem eldra fólk getur búið áfram í sínu samfélagi með reisn og á eigin forsendum. Samfélag þar sem öll geta tekið þátt, óháð því sem gerir okkur ólík. Samfélag sem gengur náttúruna af þeirri ábyrgð sem því ber. Því náttúran ekki bara auðlind til nýtingar. Hún forsenda lífs okkar hér á jörðinni, grundvöllur lífsgæða okkar og partur af því hver við erum. Við eigum ekki að þurfa að velja á milli atvinnu, uppbyggingar og lífsgæða. Við eigum að gera kröfu hvort tveggja. Við þurfum fjölbreytt húsnæði, sterka grunnþjónustu og heilbrigð fjölbreytt samfélög sem laða hingað fólk, ekki einungis til að vinna, heldur til að búa, ala upp börn, taka þátt í samfélaginu, auðga og eiga gott líf. Forsenda sterk sveitafélags að þeir sem stjórna sýni ráðdeild í fjármálum og haldi vöku sinni í hagsmunagæslu gagnvart ríkisvaldinu. En þannig má tryggja að utanaðkomandi þættir ógni síður hagsmunum Múlaþings. Ég trúi því að styrkur Múlaþings felist í því að varðveita og rækta það sem gerir okkur sérstök. Það sú framtíð sem við í VG og óháðum viljum beita okkur fyrir. Takk. Og þá næst Berglind Harpa Svavarsdóttir, D-lista. Takk fyrir þennan góða fund, Gunnar. Í fyrsta lagi þá leggjum við í Sjálfstæðisflokknum áherslu á íbúa okkar.
Við viljum samfélag sem styður fjölskyldur og eflir þátttöku barna, ungmenna og eldri borgara í íþrótt- og tómstundastarfi. Við viljum þróa frístundastyrki áfram, styðja betur við íþróttafélögin, efla samtalið, tryggja heildstæða uppbyggingu íþróttamannvirkja. Við viljum öflugt menntakerfi á öllum skólastigum með áherslu á stöðugleika, góða þjónustu, fagleg vinnubrögð og gott starfsumhverfi. Við munum áfram tryggja leikskólapláss fyrir öll börn frá 12 mánaða aldri, styðja við og endurmenntun starfsfólks og halda áfram uppbyggingu skólahúsnæðis. Við munum verið góðu samstarfið einnig við Menntaskólann á Egilsstöðum og Háskóla Íslands með því markmiði að auka enn frekar aðgengi að námi á Austurlandi. Í öðru lagi leggjum við áherslu á atvinnulíf, uppbyggingu og orkumál. Múlaþing þarf að vera sveitarfélag sem skapar tækifæri. Hér öflugt og fjölbreytt atvinnulíf en við getum gert enn betur. Við viljum stór auka samtal við atvinnurekendur og fjárfesta og vinna markvisst að atvinnustefnu og styðja við nýsköpun, ferðaþjónustu, landbúnað, smáframleiðendur og fjölbreytt atvinnulíf allt sveitarfélagið. Við viljum nýta tækifærin í orkuframleiðslu og orkunýtingu á ábyrgan hátt. Orka forsenda atvinnuuppbyggingar og verðmætasköpunar og tryggja verður að nærsamfélagi njóti sanngjarnrar hlutdeildar af þeim auðlindum sem nýttar eru á svæðinu. Áframhaldandi barátta fyrir lækkun dreifikostnaðar og raforku, jöfnun flutningskostnaðar og uppbyggingu þryggjafasa rafmagns í dreifbýli mikilvæg. Þetta eru raunveruleg byggðamál og í þriðja lagi eru innviðir og samgöngur lykilatriði. Múlaþing víðfeðmt sveitarfélag. Góðar samgöngur eru forsenda þess að fólk getur sótt vinnu, nám, þjónustu, íþróttir og félagslíf á milli kjarna. Við munum áfram berjast fyrir bættum samgöngum innan Múlaþings, Fjarðarheiðargöngum, uppbyggingu Axavegar, 7 daga vetrarþjónustu til Borgarfjarðar. Við leggjum áherslu og mikla áherslu á áframhaldandi uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar. Flugvöllurinn lykil innviður fyrir íbúa, atvinnulíf, ferðaþjónustu, útflutning og framtíðar uppbyggingu alls Austurlands. Við eigum að horfa á hann sem alþjóðlega fluggátt og nýta þau tækifæri sem þar liggja. Sama gildir hafnirnar okkar, markviss uppbygging hafna og faglegar ákvarðanir rekstur þeirra skiptir miklu máli fyrir atvinnulíf í framtíðarsókn sveitarfélagsins. Í 4. lagi leggjum við áherslu á ábyrga fjármálastjórn og skilvirka stjórnsýslu. Að lokum munum við standa áfram vörðum hagsmuni Múlaþings gagnvart ríkinu. Við ætlum halda áfram að berjast fyrir loftbrúnni, bæta aðgengi að alhliða heilbrigðisþjónustu, öflugri bráðagreiningu á Egilsstöðum, sterkari byggðastefnu, opinberum störfum og þjónustu á svæðinu og fullri fjármögnun verkefna sem ríkið felur sveitarfélögum. Múlaþing á ekki að sitja eftir. Hér eru gríðarleg tækifæri, bæði sveitarfélaginu okkur og öllu Austurlandi í heild. Fjárfestingi innviðum tengir saman eitt öflugt atvinnu- og þjónustusvæði. Og þá það Jónína Brynjólfsdóttir, B-lista. Kæru kjósendur, á undanförnum vikum höfum við í Framsókn unnið að og lagt fram stefnuskrá. Við höfum farið víða sveitarfélagið, haldið fjöldanallana viðburðum og verið sýnileg á hinum ýmsu miðlum. Við göngum stolt til kosninga. Við teljum okkur skil á góðu búi til næstu sveitarstjórnar og lýsum okkur tilbúin til að halda áfram því góða starfi og vonum að kosningaúrslitin endurspegli ánægju íbúa með stöðu sveitarfélagsins. Það hefur komið í ljós í þessari kosningabaráttu að þó svo að það sé að mörgu að huga og margt megi laga, þá virðast íbúar vera almennt ánægðir í Múlaþingi og það fyrir öllu. Það gerist ekki að sjálfu sér. Það mikilvægt að sveitarfélagið sé í sífelldri þróun og tilbúið að takast á við hinar ýmsu áskoranir. Ég vil hér hrósa starfsmönnum sveitarfélagsins sem að miklu metnaði hlúa að þjónustunum við okkur íbúa og kappkosta við að auðvelda okkur daglegt líf. Við kjörnir fulltrúar værum til lítils án þeirra, skal bara segja ykkur það. Við í Framsókn höfum lagt fram okkar stefnu á íslensku og ensku með greinaskrifum og miðlum okkar og við hvetjum ykkur til að kynna ykkur stefnuna vel. Meðal annars sem við viljum gera að lækka fasteignaskatta, hækka frístundastyrkin, festa í sess í starf ráðgjafa í málefnum eldra fólks, halda áfram með uppbyggingu innviða, svo sem grunnskólans á Seyðisfirði, stækkun leikskólans á Djúpavogi, klára stækkun safnahús og hefjast handa við langþráða búningsaðstöðu við Sundlaugin og Egilsstöðum og svo margt fleira. En ég ætla hér að vera heiðarleg. Stærsta ógnin við þetta sveitarfélag og framtíð þess hvernig ríkisstjórnin fer fram í samgöngumálum. Það okkar langstærsta áskorun til lengri tíma og hefur mikil áhrif á byggðaþróun þessa svæðis.
Við í Framsókn höfum beitt okkur með öllum tiltækum ráðum til að koma Fjarðarárgöngum aftur á blað og öxi framar í samgönguáætlun. Og höfum það í huga að það verður stærsta áskorun næstu sveitarstjórnar að halda þeirri baráttu áfram. Við skulum muna það koma alltaf aftur alþingiskosningar. Framboðin sem hér bjóða fram hafa mjög líkar áherslur, eins og sjá má á stefniskránum. Það stundum sagt að sveitarstjórnarkosningar snúist meir fólk en flokka og því geta kjósendur velt fyrir sér hverjum treysti ég best til að tala máli Múlaþings, sjá reksturinn og halda áfram þróun þess. Við höfum sýnt hvað við getum gert. Við erum reiðubúin, höldum áfram að vinna þetta saman, setjum X við B á kjördag. Takk fyrir, þetta voru snör umskipti þar sem að flestallir frambjóðendur nýttu ræðutíma sinn rúmlega, að þá kom óvart að síðasti var ekki endaði á réttum tíma, kannski minni frambjóðendur á að virða þau tímamörk sem við höfum sett hér í kvöld. Það skiptir máli þess að fundurinn gangi vel fyrir sig, en þá skulum við fara í spurningarna sem hafa verið sendar inn. Við reynum að, við komum ekki öllum af, en við reynum að fylgjast með því sem best inn meðan að fundi stendur. En við hvetjum fólk líka til þess að kynna sér spurningar sem þeir eru komnir inn og það er hægt að kjósa með þeim sem eykur líkur á að þær verði bornar upp. En þá er okkur ekkert vanbúið, við skulum bara byrja á máli sem að brennur býsna mikið á, virðist brenna mikið á fólki. Það eru samgöngumálin. Það er spurt bæði Fjarðarheiðargöng og öxi. Hvað sjáið þið fyrir ykkur að gera til að koma þessu verkefnum áfram sem ekki hefur verið gert til þessa? Við getum aukið á spurningum meirihlutas, hvað sjáið þið eru búin að vera í meirihluta, hvað getið þið gert? Það er líka spurt sérstaklega til L-lista sem er með tengsl við flokka í ríkisstjórn. Hvað þykir ykkur aðild þingflokksins að samgönguáætlun eins og hún liggur fyrir, hverju er hægt að breyta? Við bara byrjum á ykkur. Hvernig horfið þið á þessi mál? Við horfum náttúrulega bara á þessi mál þannig að við erum í framboði fyrir Múlaþing og við stöndum með Múlaþingi og við eigum í afar góðu samtali við okkar flokk. Við erum auðvitað ekki sátt við samgönguáætlun eins og hún var sett fram og höfum iðulega, nú er ég ekki í sveitarstjórn en ég hef hagað mér sem sveitarstjórnarfulltrúi síðan að þessi samgönguáætlun kom út af því að það er mér mjög í mun að við náum að snúa þessu við og mér finnst nú líka bara skemmtilegt að segja frá því að eina aðgerðin sem við gerðum var að taka Þorgerði Katrínu með okkur yfir öxi í gær og ef þið kíkið á miðlan okkar þá er það þannig að hún skilur okkur og heyrir og þetta verður tekið fyrir. Nú er samgönguáætlun í þinglegri meðferð, þar fer Viðreisn með formennsku og við höfum fengið góð eyru, gott hljóð og við höfum verið að skila okkar á bak við tjöldin og við stöndum með Múlaþingi. Það er bara þannig. Já, ef ég má bæta aðeins við sýndum það allavega allir listar þegar samgönguáætlun kom að þá voru bara allar hendur á dekk og við sem vorum í L-lista tókum ekkert minni þátt í því en aðri listar þótt að kannski höfum við meiri tengslin í ríkisstjórnina en aðri listar. En eitt sem ég fannst mjög miður og auðvelt að vera vitur eftir á, en ég var allavega búin að minnast á það oftar en einu sinni, oftar en tvisvar við báða bæjarstjórana á þessum tíma að við hefðum þurft að fara að taka þess smá stjórn á umræðinu sjálf. Það var náttúrulega svo reglulega sem að einhver fréttamaður á Vísi byrjaði að fjalla Fjarðarheiðargöng og iðulega var það nú ekki málstafnum til hagsældar. Þess vegna fannst mér mjög miður að það var tekið svona dræmt í þær hugmyndir mínar þegar ég var að koma með hugmyndir að við bara hreinlega eyddum í lobbyisma til þess að við getum farið að stjórna umræðan og búa til alvöru efni fyrir málstafan okkar Fjarðarheiðargöng, eyða pening í
þessa dýrustu samgönguframkvæmd líklega Íslandssögunar, en það mátti ekki eyða pening í að lobbya fyrir þessari framkvæmd. Takk fyrir þetta. Emlisti, þið töluðu Fjarðarheiðargöng í framsöguræðu ykkar. Hvað sjáið þið fyrir ykkur sem hægt að gera öðruvísi heldur en gert til þessa? Hvernig komast þessi áform áfram? Það sem við höfum reynt að gera í sambandi við þetta er að náttúrulega berjast harðramlega fyrir þessu á Facebook síðu Fjarðarheiðarganga. Við höfum sett fram undirskriftalista eftir að Erlendur Jóhannsson kom með sinn undirskriftalista og við höfum sendt áskoranir til þingmanna, til umhverfis- og samgöngunefndar. Við erum búin að senda inn athugasemdir í gríð og erg náttúrulega þessir stuðningsmenn Fjarðarheiðarganga, og það er kannski ekki alfarð á vegum M-listans en svona prívat og persónulega höfum við gert það. Við erum kannski ekki alveg sammála því sem kemur fram hér af hálfu Viðreisnar að Þorgerður Katrín kom vissulega á fund okkar Seyðfirðinga, en hún var komin til að hlusta með lokuð eyrun og það er ekki að virka og við höfum ekki séð eitt eða neitt þetta, og þetta er svona í einhverjum bergmálshellið, einhverjum leyndarhjúp sem að þessi umræða fer fram að mér sýnist og heyrist, og við viljum bara reyna að koma þessu áfram til þingmanna og við viljum koma þessu áfram til þingsins og bara reyna að passa upp á það að þessi breyting á samgönguáætlun gangi ekki eftir. Það var búið að lofa þessu í tengslum við sameininguna, og þetta er grundvallar atriði sameiningar þessara sveitafélaga að þessi göng verði sprengt og boruð. Það er ekki flóknar en það. Takk fyrir. B-listi, þið hafa verið í meirihluta L-listis að tala að það hefur verið sofnað á verðinum. Var það þannig? Hvað er hægt að, Já, það var gott að vera vitur eftir á. Nei, ég vil alls ekki meina það, og ég menna að það var bara samþykkt svæðisskipulag Austurlands í upphafi kjörtímabilsins þar sem hefur farið inn á þetta. Svæðisskipulag er rétthærra en aðalskipulag. Þetta hefur verið tvívegis samþykkt á samgönguáætlun með Fjarðarheiðargöng og Öxi hefur nú hangið þarna inni áratugum saman, þannig að ég held að við höfum ekki beint sofnað á verðinum, en hvort að við hefum fyrir horfandi baksýnisspil, hvort við hefum átt að gera það, ég veit það ekki. Það er búið að reyna ýmislegt, það er búið að funda linnu lítið með þingmönnum, ráðmönnum þjóðarinnar, við erum í góðu samtali við bara alla þá sem við mögulega getum. Ég vil bara meina þá hefur verið að tala fyrir því að jarðgöng verið tekin út úr samgönguáætlun því þau eru ekki fjármögnuð þaðan, og reyna bara að finna einhverja leiðir til að koma umræðinu svolítið á réttan stað, því það eru þetta alveg með ólíkindum að fullhönnuð jarðgöng séu bara sett aftast eða mjög aftarlega á list og 4 önnur göng sett fram fyrir. Þannig ég held að það sé alveg ljóst, og ég vona það að þingmenn í umhverfis- og samgöngunefnd séu svona einhvern veginn að veltaði fyrir sér hvort að þetta sé í alvörinu það skynsamlegasta sem að verði gert, en hvað er hægt að gera, ég veit ekki. Ég tel okkur vera búin að gera ýmislegt og við munum bara halda áfram, og við munum bara gera allt sem okkur dettur í hug, og ef það þýðir að kaupa einhverja ráðgjöf þá munum við ekkert stoppa í því. D-listi. Já, takk fyrir. Hér er mikið talað hvað við að gera annað. Mér finnst það bara alveg ótrúlegt að við spilum leikinn. Okkur er sett ákveðnar leikreglur, við gerum það, og ég er jafnframt formaður Sambandssveitarfélag Austurlandi og þar erum við einmitt með svæðisskipulag Austurlands sem er rétthærra aðalskipulögum. Við erum búin að vinna þessu saman, gríðarleg vinna, kostnaður sem eru bak við þetta, og sveitar og bæjarstjórar búin að skrifa undir þetta. Við erum með þessa skýru sýn. Og svo er þetta bara orðið þannig að ef eitthvað kemst í fréttirnar eða eitthvað skrifa status, þá bara veit Austurland ekkert hvert það er að fara. Ég bara viðurkenni ekki svona lélega meðferð á máli. Og það að þó Þorgerður Katrín hafi rúmtað yfir Öxi eða eitthvað í dag, ríkisstjórnin er við völd, þau eru með þetta í hendi sér, og ríkisstjórn breytti samgönguáætlun. Og þau eru með drauga samgönguáætlun sem þau lögðu fram, og þau verður bara að laga hana. Þetta er náttúrulega bara gengur ekki orðið. Öxi 20 ára mál og Fjarðarheiðargöng tilbúin til framkvæmda, búið að eyða hátt í 700 milljónum og við getum ekki verið í vetrarþjónustu alla daga Borgarfjörð.
þetta er bara, við ekkert að þurfa að gera eitt annað, það er bara ríkisstjórnin fari eftir því sem við leggjum fram og þau bara standi við sitt sem þau fara fram með fyrir kosningar, þannig að bara auðvitað munum við halda áfram og þetta er bara skammarlegt hvað við þurfum að setja mörg málefna blað sem eru málefni sem við erum að berjast við ríkisstjórnina þetta er bara varnarbarátta, við erum búin að vera gríðarlega öflug og áberandi og við munum halda því áfram. Aðeins tilbaka, skiptir öllu máli fyrir okkur hvað ríkisstjórn við völd? Er þetta ekki alltaf sama baráttan? Það er alltaf barátta, en þetta er held ég bara einstakt að það hefur aldrei verið jafn langt jarðgangastopp. Svo fórum við í sameiningu sveitarfélaga að það hefur aldrei verið svikið svona illa við sameiningu sveitarfélaga og það hefur aldrei víst verið þannig að ráðherra samgöngumála hafi bara snúið sig við á punktinum og ákveði bara eitthvað allt annað en við höfum verið að vinna að. Þannig að þetta er einstakt og ekki vinnubröð sem er í lagi og ef við að hafa bara fólk sem hefur trú á sveitarstjórnarmálum og líka bara á þinginu, þá verðum við bara að fara að bera virðingu fyrir skattfé og vinna faglega áfram. Takk fyrir þetta. Vaflisti, hvað sjáu þið fyrir að gera betur í samgöngumálum? Þetta er fyrst og fremst ríkismál eftir allt. Eru ekki búin að læra það á þessum ári? Er það ekki svolítið niðurstaðan okkar? Sannarlega. Það hefur verið alveg samstaða í sveitarstjórn þessi mál. Við höfum bara unnið sem einn maður í þessum málum og meirihlutin hefur haldið bara mjög vel á þessum máli þannig. Hins vegar það þannig að á síðustu til dæmis 2 SSA-fundum var ekki hægt að segja Fjarðarheiðargöng. Það var að segja það þurfti að fara í kringum það eins og kottur í kringum Heitagraut. Það náðist ekki samstæðum að segja orðið Fjarðarheiðargöng og við vitum það bara alveg að nágrannar okkar hafa verið að vinna gegn þessu þó þeir hafi samþykkt með semingi Fjarðarheiðargöng í forgang. Hins vegar það, og þetta er alveg rétt sem hefur komið fram, þetta er náttúrulega þyngra en tárum taki að fyrsta lagi þarna hefur það aldrei gerst áður að eitthvað sem er á framkvæmda hluta samgönguáætlunar sé strikað út af henni. Og það er við áttum alveg eins von á því að það yrði eitthvað tekið fram fyrir. Og við baráttan miðaði því að berjast gegn því. En að það yrði strokað út, það hefði ekkert okkar hugmyndaflug til þess. Öxi, það er náttúrulega bara, ég óttast að það sé að hluta til þess sama. Bara nágrannar okkar að berjast gegn því að við fáum þessa 70 km styttingu á hringveginum og 70 km styttingu á milli byggðakjarna í samfélagi í sveitarfélaginu okkar. Og þetta er ekki svo upphæð í heildarmyndinni að það er búið að gera veginn, helmingin af veginum Axarveginum, það er búið að fara inn allar Skriðdal og það er komin yfir 20 ár síðan það var gert og það er náttúrulega bara með ólíkindum að þetta sé ekki, þetta er hluti af sameiningar ákvörðunum sameininguna, hún byggði á þessu að það yrðu samgöngur sem hægt var að treysta á innan sveitarfélagsins og það er ekki sést ekkert fyrir endan á því. Við langar að hnykkja á einu atriði við þið. Þú talaði sérstaklega, þó að kannski sé hjá undirleiki hjá okkur fleiri, við talaðum um nágranna, en snýst þetta um nágranna, snýst þetta bara að samfara þjóðina. Þurfum að hafa svo mikla áhyggjur af Austurlandi, snýst ekki frekar að þurfa að samfara þjóðina þessar dýru framkvæmdir sem það sannarlega eru? Ég held að það fara engu leynt að þetta væri náttúrulega miklu auðveldara með ríkari samstöðu. Ég held að það séu allir sammála það. En að sannfæra þjóðina, það náttúrulega bara þetta fer að miklu leyti til fram bara í þessari fjölmiðla umfjöllun og það er algjörlega augljóst mál að þetta er bara önnur stærsta gáttin inn í landið
og ekkert flókið að sannfæra þjóðina það þegar tölurnar yfir bara þá farþega sem koma þarna inn, þá þetta náttúrulega algjörlega borðleggjandi. Þannig að það þarf bara líka aðeins að kannski skoða þetta sem að Helgi kemur inn á. Varðandi hvaða hagsmunum þetta að þjóna í SSA. Þetta við getum svo tala okkur út þetta í kvöld ellisti þið vildu aðeins frá að bregðast við, það búið að standa þess á ykkur spjótin fyrir tengslu við ríkisstjórnina. Já, mér langar bara að koma því á framfæri. Þetta auðvelt að skjóta á þann sem situr í ríkisstjórn núna, en ég vil líka bara, nú stöndum við öll með Austurlandi og það búið að vanrækja okkur í samgöngumálum í 20 ár og ég veit ekki betur en að D-listi hafi verið í meirihluta mestan allan þann tíma. Takk fyrir. Takk fyrir að koma inn á þetta atriði einhver leyti áðan skulle fara í næstu spurningu. Það mikið spurt hag byggða annar en Egilsstaða. Við höfum fengið spurningar frá Djúpavogi, Borgarfirði, Hallormsstað, það sem íbúar segjast upplifa lítinn áhuga á að þjónast að þessar byggðir, að störf sveitarfélagsins sem ekki nógu dreift og þau hafi safnað saman á Egilsstöðum. Það sérstaklega hér spurt til dæmis tónlistarkennslu á Djúpavogi þegar við komum í þjónustu og það líka spurt sérstaklega hvort að komi til greina af ykkar hálfu að selja gömlu húsin á Djúpavogi svo sem Faktorshúsið eða Löngubúð. Ef við byrjum bara á B-lista. Við kannski gefum smá aukinn tíma í þessa spurningu 2 mínútur. Ég bið ykkur samt ítreka að reyna að halda þessu knöppu. Já, ég ekki alveg átt á máli, að spyrja störfin eða að spyrja störf og þjónustu. Störf og þjónustu. Utan Egilsstaða. Það kemur náttúrulega, það hefur alveg komið upp svo umræða á Djúpavogi að selja fasteignir sveitarfélagsins sumar hverjar sem ekki hefur verið not fyrir eða hafa ekki verið nýttar. Það var fallið frá þeirri hugmyndi allavega tímabundið og þeim var fundið annar hlutverk í millitíðinni og það kannski stundum þarf að pota í fólk til þess að koma að góðum verkum á staðins og til dæmis gamla kirkjan á Djúpavogi gott dæmum þar sem að stóð húsnæði sem var ónýtt en með því að kasta fram þeirri spurningu hvort þetta selja það þá vaknaði til lífsins áhugahópur húsið og það komið líf í það núna en þetta eitthvað sem það bara alltaf skoða hverjum tíma hvað hentar hverju sinni. Og það alveg verið bent á það til dæmis með tónlistarkennslu á Djúpavogi að þið komst inn á það að hún búin að vera í mýflugumynd undanfarin ár, undanfarin misseri og menn vilja auðvitað reyna að bæta það og það kemur að tvennu, það hefur bæði verið erfitt að fá fólk til starfa og svo hefur einnig skort húsnæði fyrir tónlistarskólan og þetta bara eitt af þeim verkefni sem við erum að takast á næstu árum. Varandi þjónustuna, þá hefur það náttúrulega verið stefna sveitarfélagsins að halda þeim störfum sem að hafa verið í hinum ýmsu byggðum, hvort sem það eru Egilsstaðir, Borgarfjörður eða Djúpavogur. En stundum hafa málin þróast eins og til dæmis á Djúpavogi, það var nú auglýst eftir starfi og það sótti enginn og þá var ákveðið á tímabil að fresta því að auglýsa aftur, meta stöðuna og taka svo næstu skref. Það var allavega svo niðurstaða sem að þáverandi, núverandi, embættismenn og sveitarstjórn komust að. Ég veit ekki hvort að þetta svarar þessari spurningu nógu vel eða. Svarar náttúrulega hluta, já, en það er bara spurt almennt út í bara þjónustu og störf. Já, það var allavega markmið þegar það var saminað og þau þekkja nú sennilega betur mörg hér við borðið en ég sem tóku þátt í þessari sameiningavinnu að einn af útgangspunktunum var sá að halda áfram uppi ekki minni þjónustu, helst meiri og standa vörðum þau störf sem eru fyrir og auglýsa síðan störf án staðsendingar. Því að mjög mörgum af þeim störfum sem í stjórnsýslunni hægt að sinna nánast hvað sem og við sjáum dæmi það til dæmis að Borgarfirði Eystri þar sem þeim störfum hefur fjölgað sem á hendi sveitarfélagsins. Takk fyrir þetta. Vaflisti, hvað sjáu þið fyrir ykkur í málum byggðan utan Egilsstaða? Já, þetta náttúrulega dálítið margþætt spurning og Eiður kemur inn á það náttúrulega eins og með tónlistarkennsluna á Djúpavogi og þetta þá dálítið stórt að það þarf að gera bæði húsnæði þannig að þetta sé aðlaðandi og raunhæfur kostur
og svo það þetta að fá til okkar gott fólk og það gerum við með því að einmitt stuðla að því að samfélagin okkar séu bara enn betri. En þú kemur líka inn á þetta varðandi sölu húsa og það höfum við mikið talað Okkur finnst það afar sorglegt bara í rauninni að heyra bæði þá meiri hlutan segja og svo sveitastjóran okkar að það sé ekki hlutverk sveitafélags að eiga fasteignir. Við erum því bara ósammála. Þessi hús, til dæmis á Djúpavogi og Seyðisfirði og víða annars staðar eru bara stór partur af sögu þessara staða og fólk á við þau djúpar tengingar og við viljum gjarnan að það sé haft meira samráð við íbúa í þessu eins og mörgu öðru sem við höfum talað fyrir, þessum húsaköplum og eða sölu á húsum og þessu oft slengt fram eins og það séu bara engin not fyrir þessi hús en við erum bara mjög ósammála því og teljum að það sé náttúrulega hægt að gera heilmikið og að það gæti bara algjörlega verið jákvætt rekstrarlega séð. Þannig að það er það sem við viljum skoða enn betur og höfum svo sem komið með erindi inn á borð sveitastjórnar varðar húsasmiðameistara Múlaþings og var í rauninni fjallaði það hvort að þessum fjármunum sem að til dæmis fara í alls konar greiningar hjá verkfræðistofum væri ekki betur borgið bara við að sinna þessu viðhaldi af þá einhverju teymi sem að gerir það vel, þekkir sögu þessara húsa og getur gert það með góðu móti. En auðvitað á það að vera skýlaus krafa að í sameinuðu sveitafélagi séu störf auglýst án staðsetningar nema eitthvað mikið beri upp á að það sé ekki hægt og okkur hefur stundum fundist vanta aðeins upp á þetta. Ég held að auðvitað við sameinað sveitafélag en það er samt alltaf þessi hætta að óvart gleypi stóri kjarnin hinna minni og þess vegna þurfum við alltaf að vera bara dálítið vakandi fyrir því og minna á að við viljum ekki missa þessi störf úr litlu kjörnunum. Þannig að ég held að já, þessi sameining er náttúrulega bara ferli sem að áfram næstu árin. Takk. Takk fyrir þetta. Ellisti. Já, fyrst langar með þess að ávarpa þessa sölu fasteigna. Það er stundum langar mönnum að selja eiginlega mikið af því sem að sveitafélagið á og stundum er það gert á nokkur samráðs eða lítil samráðs allavega. Þannig til dæmis bara á nóvemberfundi Byggðarráðs þá var samþykkt að selja íbúð á Borgarfirði sem heimastjórn Borgarfjarðar var búin að margbóka að hún óskaði eftir yrði ekki seld og svo var ákveðið að selja íbúðarhúsnæði í Brúarási þar sem sem er bara mjög mikilvægur partur á því til þess að sé hægt að hafa haldið upp í skólastarfi þar og þetta var gert á nokkuð samráðs við fjölskylduráð og það er kannski það sem er svona svolítið skúffandi í þessu þegar samráðið frekar lítið og við erum með það á okkar stefnuskrá að í þessu samhengi að valdefla heimastjórnunar þannig að þær hafi þetta að segja þannig að þær fái að minnstakosti til umsagnar til sín þegar að sveitarfélagið að taka ákvarðanir að selja þessar fasteignir. Það stóð einnig til að selja Faktorshúsið. Ég var á það var svona mjög mögnuð tilfinning þegar ég var á íbúðafund og Djúpavogi og þá var verið að segja að það ætti að selja Faktorshúsið en íbúðarnir bara risu upp og nánast hver einasta hönd fór á loft þegar íbúi spurði hverjir hérna inni vilja að Faktorshúsið verði ekki selt og það rétti nánast hver einasti kjaftur í húsinu upp hönd. Svona varðandi þjónustu hún er eitt sem ég horfi svona á með smá eftirsjá síðustu 6 ár og af því að þó við séum hérna í meira og minni hluta þá erum við mjög oft bara að hjálpast að við að gera hlutina góða þannig að þó ég sé að segja þetta þá ég líka bara með sjálfsgagnrýni. Ég svona pínu leið þegar ég horfi eftir að mér finnst aðeins vanta að í minni kjörnunum að þjónustan sé svona hvað að segja, að menn þekkja hana betur hver hún til dæmis þar sem ég bý á Borgarfirði ég bara ekkert viss að allir íbúar viti hvaða þjónustu þeir geta leita til
hjálpar sveitafélagsins með. Þá er kannski að hugsa kannski eins og eldri borgara og slíkt. Nú bara spurningar svo lönga, ég bara man ekki. Ég held að það sé bara komið gott, það sé verkið að það sé komið gott. Sjálfstæðisflokkur, kannski vil ég bregðast við einhverju sem að Eyþór hafði framfærum varðandi samræfið íbúa, já, og kannski bara meðan að mikrofónin gengur, ákveðs praktík bara að mikrofónin sem hérna hægra menn, hann fari aldrei yfir miðjuna, þetta fallið hvernig tókst að ræða ykkur hérna upp, pólitíska litrófi, délistið, svo vel. Takk fyrir, kannski við byrjum varandi minni kjarnana og varandi atvinnu. Það eru þetta þannig að flest störf sem við auglýsum eru þetta bundin við ákveðnar stofnanir og þannig. Þau störf sem eru hægt að vinna óháð staðsetningu eru auglýst þannig og kannski það sem við höfum verið að gera, við höfum til dæmis verið að gera að taka til bæta aðstöðuna í Fjarðaborg til dæmis. Það hefur strax skilað sér að það er komið fólk sem vinnur bara miðlægt í stjórnstöðun okkur og hefur starfstöð þar og stendur til að fara í herðubreið með svipaða pælingar þess að við erum að koma aðstöðu fyrir bæði starfsemi Múlaþings og líka þú opið fyrir aðra að koma þar fyrir líka. Þetta er sama við erum að velta fyrir okkur að skoða með sambúð á Djúpavogi. Ég held skipti bara máli þessi aðstæða sé til hendi, hún sé svona dálítið aðlaðandi og annað því að ég held að bara það sem við þurfum að gera, fólk muni velja sér að búa þarna að við færum kannski að fastsetja störf miðlægt annars, það er eitthvað sem við þurfum bara að ræða en að þannig eins og við höfum gert þetta núna þá höfum við auglýst þetta óháð staðsetningu þannig að fólk getur valið sér vinnustöð og þetta samt alveg og við höfum líka velt ykkur fyrir að styrkja hans í fjölda með því að þá vera með þá starfsmenn með Múlaþing hefur á stöðunum að þeir geti verið með sömu starfstöð við sem ekki að dreifa þeim og það er bara sýnt sig að svona, ef ekki að segja starfstöð sem innan við 5 bara erfitt þannig að það er svona það sem við höfum verið að vinna og munum halda áfram varðandi sölu húsa að þá komum kannski allir upp að selja þá kom vilji frá þeir sem gerðu fakturhúsið að kaupa og inn í samþyngum vissulega forkaus ákvæði en það er eingöngu þá við ákvæðum að selja og ég held að það sé öllum ljóst hér að það verður ekki gert. Það var samt þannig að við stóðum upp í einu forma heimastjórnar Djúpavogi og við stóðum upp, eins og Eiður minntist á, með húsnæði sem var búin að vera lengi ekki í neinni notkun, hálf klárað og okkur langaði að koma því áfram þannig að það veri komin eitthvað not í húsið og þó sveitafélag sem sæði sig kannski ekki tækifæri og út úr því hefur komið að það hefur komið starfsemi í fakturhúsið sem ég held að sé bara mjög góð og bara frábær viðbót í það líf, menningarlíf og annað sem er á Djúpavogi. Gamla kirkjan er annað frábært verkefni sem við erum að sjá og vorum að skrifa undir samninga á daginn og það er bara verkefni sem maður ætti að sjá blómstra og vera biðina þar til mikið sóma. Þegar við tala hérna kannski fleiri komin hús, við hefum líka verið að í gegnum brák að byggja íbúðir, við höfum verið að selja frá okkur íbúðir sem er komin að viðhald og höfum byggt þetta húsnæði með stofnframlögum og það hefur svona verið þannig að salveitin íbúð hefur dugað okkur fyrir stofnframlögi í dálítið margar íbúðir og við erum búin að byggja yfir 20 íbúður núna á Egilsstöðum skjörtímabili, það er búið að byggja 8 á Seyðisfirði, það verið í byggingum 5 á Djúpavogi og ég held að er búið að vera að skoða borgarfirði bara hver þörfin er, hvað væntingar fólk hefur af því að auðvitað er þannig og var þetta íbúðarhúsnæði þá að ég þekki nú kannski aðeins inn á byggingaframkvæmdir og annað mér finnst bara alltaf betra að við reynum að fá reyna ekki endilega fólk sem ekki að gera upp gömul hús þetta frekar en að þá losa þau sem eru komin á mikið viðhald, þau sem standast í kröfur aðgengi fyrir alla og annað og breytu því bara í nýtt húsnæði frekar og fjölgu þenni einingun en þetta er alveg viðkvæmt og þetta hefur alveg verið neista á milli setjum okkar frænda kannski en við erum bara ekki alveg sammála en ég held að við munum taka lítið skref í þessu varandi brúar sem Eyþór minntist á frá sameiningu hefur við nokkur sem gerst svona ákveðna úttekt á húsnæði okkar það var alveg ljóst að það fjölgaði mikið af þeim einingu sem við fengum í sameiningunni og sum hús hafa kannski alveg notkun þó með vildið að hefða þetta húsnæði sem er selt við brúar kom hugmyndir að selja það stóð bara í minnisblöðunum að það hefur verið staðið tómt mjög lengi lítil eftirspurn og þess vegna kom það frá að skoða möguleikann að selja það og það er bara sem við gera, ég veit alveg sem við vilja Er mikið meira frá okkur af því við erum komin aldrei á tíma en ekkert mál Herðu, það er kannski eru góðið bili þá tökum við M-lista kannski aðeins frá að heyra við ykkur líka hver er, það er talað hér störf á staðsetningar og sveitarfélagið auglýstu þau en virkar það í raun? Þurfum við að snúa aftur tilbaka og auglýsa störf með staðsetningu og gera þetta handvirkt?
Má ég svara spurningunni sem var uppalega bara Já, líka. sko, af því að ég þarf ekki að tala allt milli himins og jarðar og ég segi bara já, við viljum dreifa störfum betur þar sem það raunhæft og ekki á alltaf þurfa að vera bundið við Egilsstaði. Ef við horfum til niður til Seyðisfjarðar þá erum við með gamla skólan og Vatnihúsið og við erum með Ríkið á Seyðisfirði, Angró og fleiri hús sem að myndi þá henta þessu hugtæki og konsepti sem aldamótabærin að reyna að kannski halda í þessu hús og gera þau upp í staðin fyrir að selja þau. Það er svona mitt svar við þessu en þú bættir við spurningun eitthvað? Nei, hún var almennt bara þjónustu í utan Egilsstaða. Og þá eru náttúrulega hinn í Kjarnandi líka sem má ekki gleyma. Við erum að tala Eiða náttúrulega og við erum að tala alls konar. Það þarf að vera hægt að hafa eitthvað störf í Fellabæ og svo eru þessi 3 störf sem eru núna þegar þarna í Fjarðaborg og þú veist við kíktum í heimsókn þangað og væntum að sjá skiltin þar að þar er starfsfólk starfandi og í nútíma fyrirkomulagi að þá er hægt að hafa störf út allt og þau þurfi ekkert endilega að vera staðsett einhvers staðar á einum stað. Takk fyrir. Þakka þér, þakka ykkur. Við skulum aðeins fara ykkur neyra á Seyðisfjörð. Það er spurt afstöðu til sjókvíaeldis í Seyðisfirði og það er líka aukaspurning því hvort að staðan sé hreinlega verða svo að eldi sé mögulega eini raunhæfi kosturinn sem kjölfestu atvinna til framtíðar. Vaflisti, viljið þið byrja á þessu? Já, ég verð nú eiginlega að byrja á að svara því að maður þarf að vera afar hugmyndasnöður ef maður telur sjókvíaeldi vera eini atvinnuvegurinn sem að Seyðfirðingum er fær. Við náttúrulega bara höfum verið mjög einörð í okkar afstöðu gegn sjókvíaeldi í Seyðisfirði í samstöðu með 75% íbúa en það var náttúrulega niðurstaða úr þessari margumtöluðu könnun sem að sveitarfélagið kostaði og lét framkvæma. Við bara berjum stöðulega gegn þessu. Það er bara margbúið að sýna fram á það að þetta er bara ekki yfir höfuð raunhæfur möguleiki eins og þetta er sett fram í upplýsingum frá fyrirtækinu sjálfu og nýjustu dæmin það eru bara byggingarleyfisumsókn sem að fyrirtækið Kaldvík sendir inn til HMS og sveitarfélagið fær svo borð til sín og gerir vissulega bara margar og víðtækar alvarlegar athugasemdir við. Þannig að ég held að þetta svari spurningunum en Helgi. Já, ég ætla bara að koma inn á auki að við eigum að gera sveitarfélagið hérna á að gera harðar kröfur á að á Seyðisfjörð komi byggðakvóti. Þannig hefur verið brugðist við þegar kvótin er fluttur í burtu og störfin lögðu niður undir að fara inn mörg ár annars staðar á landinu og þó það sé engin fiskvinnsla sem stendur á Seyðisfirði þá þarf bara að finna aðra leiðir. Það er hægt að það verður til dæmis segjum bara að það er útluta 400 tonna þorskkvóta og það mætti leigja hann í burtu þá væri sveitarfélagið komið með 200 milljón króna framlagin í atvinnumál á Seyðisfirði. Þannig að við þurfum að standa keik á því að við verðum að fá einhverja bætur frá úr 5,3% pottinum eins og önnur svæði hafa gert þegar kvótinn er fluttur í burtu. Það voru ekkert gerst eftir að kvótinn fór frá hennu opinbera eða þeim sem fóru með kvótan. Takk fyrir þetta. Emlisti, hvað segir þið sjókvíaeldi og kannski við bæta spurninguna sem hún kannski þróast í bara viðbrögð við atvinnu ástandi á Seyðisfirði? Já, sko, ef til þess kæmi að við farið væri út í þetta fiskeldi þá þyrfti náttúrulega að fylgja þær lögum og reglum og ég sýnist nú vanta eitthvað upp og að það sé að ganga upp eins og þetta er og enn býður nú þetta þessi úthlutun eftir leyfi. Það myndi þurfa að vanda undirbúning vel og skoða það hvernig er með bæði hugsanlega mengun þarna út frá El Grillo. Það þarf að skoða það hvort að þörungablómi sem að kemur þarna og hefur sýnt sig í firðinum myndi drepa þetta laxeldi. Það eru aurskriðu hætta þarna í firðinum og það er ýmislegt sem þarf að skoða í þessu sambandi. En við myndum mjög gjarnan vilja hafa íbúakosningu þetta og þá er spurningi þessi, það er búið að fara út í einhverja íbúakosningu sem var
kostuð af sveitafélaginu og náði til Seyðfirðinga eingöngu. Við veltum fyrir okkur auðvitað, við erum sameina sveitafélag, ætti að spyrja alla íbúa sveitafélagsins. Nú varðandi aðra atvinnumöguleika, að þeir eru fjölmargir og það eru alls konar hugmyndir í gangi og núna síðast á heimastjórnarþingi sem haldið var bara fyrir örfáum dögum síðan, að þá koma nú fram ýmsar hugmyndir og eru í gangi og í vinnslu með stjórnarráðinu, þannig að ég hefði nú haldið að það veri hægt að skoða þetta frá mörgum sjónarhornum og enn er sem sagt deila það hvort að þetta fiskeldi eigi heima þarna í firðinum og við setjum auðvitað spurningamerki við það, Miðflokkurinn ekki síður en aðrir. Takk fyrir. Takk fyrir. D-listi. Takk fyrir. Kannski fyrst að hvernig spurningu var þetta sjókvíaeldi. Það er þetta búið að vera í löngu ferli og svona síðustu vendingar eru þær að við fengum þessa umsögn frá HMS sem var nú bara afgreitt samhljóða á nefndinni og ég held að það sýnir kannski bara það að menn sé hérna að þykjast einhverju fylkingum að það sé nú bara nokkur samstöð það að menn vilja ef þetta verið gert, það verið gert rétt. Maður svona heyrir að þetta líki annarkvort hjá MAST eða ráðherra og ég held að bara við erum á voðalega svipuðum stað fyrir 4 árum sem er alltaf magnað að hér sé í ferli ákveðið mál sem búin að vera síðan 2014 og það er einhvern ennþá hangir yfir okkur og ég held að velti alveg fyrir mér hvort að niðurstaða væri ekki bara það sem við myndum vilja sjá í máli og því hver hún væri sko. Ég held að það myndi líka bara svara bara ýmsu fyrir okkur. Það er alveg rétt að þetta ekki það eina sem er í boði á Seyðisfirði. Ég held að það væri bara svolítið dapurt að segja það en það eru þetta ýmslegt í gangi og það hefur bara gengið miklu á lífstíma Múlaþings á Seyðisfirði og það hefur nú svona ekkert allt verið jákvætt sem við gerum, það er hvort sem það eru skriður eða flutningur á störfum og það eru ekki bara kannski fiskvinnslu, það er líka bara rótgróin fyrirtæki þetta sem að hæsta sem er svo stál. Var þetta kannski svaraðis helgjum, var þetta byggðakvótana, það er nú gaman að hafa lesið skýrsluna, ég setti starfbúið 2024 sem var að leggja þetta til að maður myndi horfa meira til sértaks byggðakvóta, einmitt til þess að styrkja svona byggðin við sérverkefnum og því hvort með veiðan eða ekki til að geta rétt við svona byggðalög og ég verði bara flott að þetta Seyðisfjörður ætti mjög vel heima þar, vandamálega bara þar er engin kvóti eftir. Hann er bara farin í annað og það er kannski annað, það er bara svona hólhjóm bara að fara að tala þetta því að það er ekki fiskur í boði til að deila út. Það er nóg erfitt að koma þessu stað og borga verkefni sem fengur núna því að það er einfalda bara, hefði mátt vera meiri kvóti sem vildi til þess að verkefni geti gengið. En ég held að við þurfum líka bara að taka til okkar. Við sjáum tækifæri Seyðisfirði. Það lýsiði best í baráttu okkar fyrir fjarðargöngu. Við viljum trúa á Seyðisfjörð og þó að sé starfsmenn ríkisstjórn þá óskar maður þetta stundum að þeir myndu líka trúa á Seyðisfjörð eins og við. Takk fyrir. Ellisti, sjókvíaeldi og atvinnustaða á Seyðisfirði. Já, við veitum náttúrulega öll að það er alvarleg staða komin upp í atvinnumálum á Seyðisfirði en við teljum líka marga möguleika. Ég meina við í Allista erum ekkert feimin að segja það að við höfum almennt ekkert gegn sjókvíaeldum þar sem að íbúar vilja þau og mér finnst þetta svolítið snúast það að við búum í lýðræðislegu sveitafélagi og ef íbúarnir vilja ekki þessa atvinnustarfsemi þá er það bara þannig. Það eru miklir möguleikar í fjarvinnu möguleikum og við myndum vilja sjá öll störf sveitafélagsins sem störf án staðsetningar og ganga eins langt hægt og það hægt er þar. Svo langar mig líka að benda á að núverandi ríkisstjórn kom á laggirnar starfshóp atvinnumál á Seyðisfirði og Húsavík er búið að gangi í gegnum þetta með góðum árangri þannig ég tel að þótt að staðan sé svört núna þá er bara ein leið og það eru upp og við höfum staðið af okkur ýmislegt og við munum standa þetta af okkur líka með réttum tólum. Þú talar vilja íbúana. Hvernig viltu leiða hann í ljós? Miðflokkurinn talaði íbúakostningu en var ekki með þá hugmynda svo stöddu nánar útfærða. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur kannan íbúa? Ég meina ég er náttúrulega að koma nýinn í þetta og ég hef heyrt af könnun sem var framkvæmd á sínum tíma. Ég veit ekki, Eyþór, vilt þú? Já. Ég held nú að vilji íbúa sé nú alveg nú þegar leiddur í ljós yfir helmingur skrifaði nafni sitt á undirskriftalista, setti nafni sitt á blað og svo var gerð könnun sem að ýkti hlutfallið og það sem var
snúið með þessi fiskeldismál, sko, ég upplega svolítið að sko, sveitafélag hefur rosalega lítið út að segja. Það er ekkert mál sem ég persónulega hef lagt meiri vinnu og púður við að kynna mér og að lesa fiskeldislög sem eru að mér minni frá 2015. Og það eina sem ég var áskynja við það að lesa þau var að það eini sem getur gert eitthvað í málaflokknum er ráðherra. Ráðherra er svo eini sem að getur, innan gæsalappa komið í veg fyrir fiskeld og Seyðisfirði. Og það var notabene ráðherra af FG lengst af. Ég held að þessi spurningi liggi fyrir. Framsókn átti eftir að svara þessari spurningu í mann rétt. Já, þetta er skemmtileg umræða. Því miður, og þá ætla ég að segja að þetta er bara sömu umræðefni og vorum hérna fyrir 4 árum, fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. Þetta er annað máli fyrir utan samgöngumálin sem við sannarlega höfum allt og lítið að segja og sveitarfélög ítrekka bókað það að við viljum fá skipulagsvöld á fjörðum. Það var bara mikill styrkur fyrir okkur, en auðvitað vitum við það að það er hluti íbúa sem vill þetta og vill þetta ekki. Skoðanakannanir hafa verið gerðar, það hefur líka margt breyst. Störf hafa tapast, þannig að hvernig nákvæmlega hlutfallskiptingin á Seyðisfirði held ég skipti ekki alveg öllu máli. Þetta eru bara sjónarmið sem að stangast þarna á og það er bara eðlilegt að það haldi bara áfram þannig. Það væri auðvitað rosalega gott að Alþingi myndi ná að klára frumvarp til laga lagareldi. Þannig að það sé hægt að tryggja betra utanumhald utan greinina, einhverja grein sem á að vera stendur fyrir því að vera að flytja út hágæða lúxusvöru. Hún þarf bara ríkulegt eftirlit og það væri bara mjög gott ef það væri hægt að klára það til þess að skapa meiri sátt atvinnugreinina. Við höfum stutt uppbyggingu fiskeldisins í Seyðisfirði því við styðjum alla uppbyggingu starfa á Seyðisfirði. Við teljum bara mjög mikilvægt að fá fjölbreytta atvinnu á Seyðisfjörð. Þetta er bara eitt púsl í því stóra púsluspili. Þetta er ekki eins og stórt púsl í því púsluspili. En þannig ég held að þegar við horfum til þess hvað er hægt að gera á Seyðisfirði þá vitum við það að íbúar eru farnir dálítið að hugsa sig og koma með hugmyndir og það eru auðvitað atvinnuhópur starfandi á vegum ráðuneytanna til þess að fara yfir hvaða atvinnumöguleikar eru og það er fullt af tækifærum. Og við heyrum það bara að það er fullt af hugmyndum að spretta og það er verið að skoða ýmsa hluti og ég tel að Seyðisfjörður eigi bara helling inni og bjarta framtíð. Það eru lykilþættir sem þarf að leysa úr, meðal annars mikið af atvinnusvæði á Seyðisfirði á ofanflóðahættusvæði og við þyrftum eiginlega að koma þannig fyrir að ofanflóðasjóður myndi kaupa af okkur húsnæði, atvinnuhúsnæði á hættusvæði. Það myndi skipta okkur mjög miklu máli á Seyðisfirði, bara mjög miklu. Þannig að já. Takk fyrir þetta. Vaflistið fyrir aðeins bregðast við bara snöggt. Örsnöggt, já. Þetta var svona nokkri punktar sem ég langaði til að ávarpa. Fyrst er náttúrulega dálítið fyndið að hlutföll í raun skipti ekki máli þegar við erum hérna viku frá kosningum þar sem að hlutföll vinnur ráða og ég verði náttúrulega aðeins að bera af hérna að þetta sé kallið lúxusvara. Ég held að við séum bara mjög ósammála þegar kemur að því en ég verð hins vegar líka að vera sammála en Jónínu varðandi það. Mér langaði að koma inn á þetta bæði með uppkaupin á atvinnuhúsnæðinu og sérsvæði. Það er náttúrulega bara afar mikilvægt og við eigum að krefjast þess og við eigum náttúrulega bara að berjast áfram fyrir Fjarðarheiðargöngum. Þau eru forsenda þessa en mér er dálítið erfitt samt þegar ég heyri talað Seyðisfjörð sem bara eitthvað stað og eitthvað fólk sem þarf að bjarga. Það er ekki eins og ástandið sé svart á Seyðisfjörði. Ég get ekki samþykkt það. Það er bara heilmikil gróska, fjöldinn allur á fólki mætir með hugmyndina sínar á íbúaþing eftir íbúaþing. Það eru fyrirtæki í miklum blóma. Við erum að byggja upp frábæra menningatengda og náttúrutengda ferðaþjónustu. Það eru heilmikil tækifæri í ferjusiglingum. Við erum með lýðskóla sem við erum að styðja við í miklu meira mæli og byggja upp. Seyðisfjörður hefur alveg ótrúlega sérstöð á mörgum sviðum, bara menningar bær Íslands. Þannig að þetta er ekki, staðan er ekki svört, en við þurfum að gera eitthvað. Já. Takk fyrir þetta, því ég meina snöggt þá er meira eldsnöggt en vissilega gott að fá þessa ræðu að tala eins upp Seyðisfjörð. Tökum inn að hraðaspurningu, byrjum á, og tökum hana bara hérna þvert yfir borð og byrjum á D-lista. Hvaða ákvörðun sem sveitarfélag hefur tekið síðustu ár hefðu þið viljað taka öðruvísi? Við erum búin að vera 4 ár í meirhluta, hverju hefði viljað breyta af þeim ákvörðum sem þið tókuð?
Já, það er erfitt að fá ekki eitthvað tíma til að hugsa. Mér finnst við bara hafa staðið okkur, mér finnst við bara hafa staðið okkur mjög vel. Hvort maður megi snúaði þannig. Já, eitthvað ef hann að kvísla mér hann Ívar, ég held að hann sé með eitthvað hugmynd greinlega því. Ég ætla bara ekki, veit ekki tala um. Ég er bara allan með dettur ekkert í hug. Ég er kannski að byrja minnihlutanum. Já, ég held að þú hefur þetta að gera það, þá geta svarað fyrir málin. Erst þú með eitthvað sem við höfum geta? Kannski það sem eina sem dettur í hug, við höfum verið að taka þetta stórskref núna síðustu svona 2 ár í svona samhæf stjórnsýslu, að taka eins betur á einfalda ferla, gera hana skilvirkari. Kannski fyrstu 2 árin var þetta erfitt, það voru bara risastór verkefni sem lágu á stjórnsýslunni og menn lyftu það grettstæki bara í að bara komast á milli mánuða. Við höfum tekið núna skrif sérstaklega eftir við skiptum bæjarstjóra og fengum bara dagma til liðs við okkur og það hefur bara breytt mjög miklu. Við erum bara að taka þarna ákveðna breytingar í stjórnsýslunni, einfalda hlutina, flýta ferlum og þetta er kannski bara eitthvað sem við hefðum átt að byrja á fyrr strax en svona kom okkur hægt og róli í. Ljómandi, takk fyrir M-listið. Hvað hefðu þið vilja að ákvörðun sem var tekin á síðustu kjörtímabili sem vilja endur skoða? Sko, ég prívat persónulega hefði gjarnan vilja bara að stjórn bæjarins hefði sparkað betur ríkið og haldið ríkinu við efnið varandi Fjarðarheiðargöng. Ég held að menn hafi svona einhverju marki sofnað á verðinum, haldið þetta væri í höfn og glemt sér. Þau svara því vantilega. Framsókn, hverju hefðu þið við breyta af? Já, bara alls ekki sammála því að við höfum sofnað á verðinum og takk fyrir að svara því. Ég ætla að koma með svona framsóknar miðjum og svar. Ég bara eiginlega veit ekki alveg hvort að ég ætla að fara til hægri eða vinstri en það er ýmislegt sem að við hefum kannski geta gert eitthvað örlítið betur en það er ekkert sem ég man eftir sem að hafi verið einhver eftirsjá í en svo er það auðvitað bara þannig að við höfum alveg lært helling og ég held að maður ekki gleyma því að við erum ungt sveitafélag og við erum búin að vera að móta ýmislegt til, ýmsa ferla. Þannig að ég held að svona lærdómsríkasti ferillinn minn út úr þessum árum er bara til dæmis hvernig ætlum við að hafa byggingarnefndir eða ætlum við að hafa byggingarnefndir. Það eru alls konar svona hlutir sem við höfum bara eytt miklum tíma í að velta fyrir okkur hvernig er best að ná fram bestu nýtingu fjármuna og gera sem skilvirkasta ferlana og tryggja lýðræðislegar ákvarðanir. Þannig ég held að það sé, með þetta svo sem ekkert annað starra í hug. Takk fyrir það. Koma svo, vaflisti. Mér dettur eitthvað í hug. Sko, fyrsta lagi það að leggja til að Hamarsvirkjun fari í biðflokk eða nýtingaflokk. Skelfilegt framtak. Svo dettur mér í hug líka úrvinnslan úr húsakaplinum á Djúpavogi. Það er búið að stíga mörg óheppileg skref í því. Alveg frá því að bræðsla var seld og við erum bara búin að mista í okkur oft í þeim málum. Ellisti. Já, svona það er eiginlega tvennt sem mér dettur í hug til viðbótar. Það er annars vegar finnst mér svona ekki alveg að mínum dómi ekki alveg nógu góð þróun með heimastjórnirnar okkar. Mér finnst svona á þessum 6 árum sem hafa verið þá hefur svona verið að kroppa aðeins í þeirra valdsvið og þannig að þær eru svona að mínum dómi að þróast nær því að vera hverfisráð og ef að verður kroppað meira þá endar það með því og þá held ég að fólk verði bara erfiðar að manna þær og svo og þar fram til göttunum. Svo er hinn sem mér persónulega finnst lélegast ákvörðun sem hefur tekin á þessu kjörtímabili en þetta er kannski ekki stærsta málið. Það var þegar að komum bara að boða ofan það að nú ætti að henda Fellaskóla út úr hádegishöfða. Þar voru Fellaskóli með smíðakennslu, svo kom bara að boða ofan, heyrðu þetta þarf að vera til taks mögulega vegna þess að kannski þurfa að koma leikskólabörnum svo þegar maður skoðaði bara gögnin og var að sjá hvernig árgangastærðir voru í sveitarfélagi og hvaða árgang voru að fara út, kom að ljósa það var ekkert fyrirsjá neinu vöntun á leikskólaplássi en eftir stóðu við þá, en þá vorum við ekki með aðstöðu til þess að kenna smíðar í Fellaskóla. Þetta var svo undarlegt að ég bara skildi ekki neitt,
Viljið þið bregðast við þessu eitthvað bara örsnögt? Nei, það með það ekki. Það er í kantinum. Mjög snögt. Það verður nú ekkur að stoppa Neyþór af, verst að sjá hann ekki, horfa í augun á hann. Myndi eftir einhverju. Það er bara örstutt varðandi þetta, því að fólk kannski er ekki alveg inn í málum eins og bara þetta síðasta sem var að segja með smíðaverstaðið og við höfum lagt áherslu á að vera með leikskólapláss fyrir 12 mánaða börn en akkurat með þessa þróun þannig að við vorum bara að þróa þetta innan fjölskyldusviðs og smíðaverstaðið fór út og í dag þá gátum við í rauninni þjónustu við fötluð börn og það er sólin og ég vona allir viti hvað það er gríðarlega öflug þjónusta við fötluð börn, svona frístundastarf eftir skóla og við viljum efla það enn frekar. Þannig að þróunin var til þess að það er alveg gríðarlega öflugt starf þar inni og smíðaverstaðið bara á sínum stað í fellaskóla. Það þarf ofta að taka svona skref til þess að þróa í ákveðna átt. Þannig að ég er gríðarlega ánægð með sólina. Herru, við þurfum að keyra þetta áfram. Takk fyrir þetta. Næsta, það eru nokkrar þungar spurningar eftir þetta svona minn ykkur á að vera hnitmið í svörum ykkar. Jafnvel þá spurningar sem stórar og svo næsta er stór. Það er skipulagsmál á Egilsstöðum. Hver er ykkar afstöða til miðbæjarins? Það eru greinilega spurningarnar sem við fáum inn, það er endurspegla mismunandi skoðanir. Það er bæði spurt hvort þið sé tilbúin að setja strauminn í forgang og hvort þið sé tilbúin að hætta við hann. Það er jafnvel spurt hvort hvernig sjá fyrir ykkur að tengja miðbæinn Tjarnargarðinu. Það hefur líka verið sett hér fram spurningar í kosningabaráttunni á síðustu viku einhver leyti framkvæmdir og við höfum sveitarfélagsins svo sem að byggja ráðhús eða bæjarskrifstofur þar í miðbænum. Hvernig þið sjáum fyrir hvað fjármagna þetta? Já, miðbæjar og skipulagsmála á Egilsstöðum. Við byrja bara hérna aftur á D-listið, afsakið það. Þið eru búin að... Þetta er mikill taltími þarna megin. Það er bara eins og aðrir. Herðu, kannski ég byrji bara og það er bara gríðarlega mikilvægt og mikið ákall að byggja upp miðbæinn á Egilsstöðum. Við höfum verið bara í þróun þar, straumur var sett fram og við höfum þurft að við auglýstum markvisst til að fá stóra sem smáa verktaka í fjárfesta að verkefninu og svo þurfum við náttúrulega bara alltaf að sjá hver eftirspurnin er og hvort við þurfum að breyta deiliskipulagi og fleira. Það er margt sem hefur verið þarna sem hefur í rauninni tafið þetta í rauninni miðbæjarskipulagsins þá varum eitt landstólpi og við þurftum náttúrulega bara að vera með þeim í vegferð að finna betri staðsetningu og hingra eftir því og svo fengu þessi mjög góða staðsetningu sem að bera fagna. Við þurftum í rauninni að kaupa þá út þannig að þeir færu á annan stað og þetta var þess valdandi að það var ekki hægt að fara í þessu uppbyggingu. Við höfum líka verið bara í gríðarlega góðu samtali við fjárfesta það sem er á svæðinu og líka verið að leita til annara fjárfesta. Við höfum talað við fjárfestingafélag sem hefur staðið að gríðarlega góðri uppbyggingu á miðbæjarkjörnum, bæði á Selfossi og Höfn og greint þetta vel. Þannig að ég tel að við séum búin að vera í mikilli vinnu en auðvitað stýrir að því þeir sem hafa áhuga á að byggja upp. Við þurfum allir atvinnurekendur og fjárfestar sem koma til okkar, við höfum ekki að vera fyrir, við höfum að vera leiðbeinandi, skipulagið á að vera bara aðlaðandi og við þurfum að geta bara brugðust við og breytti til þess að fá uppbyggingu á svæðið. Þannig að grófu dráttur þið viljið keyra áfram á það skipulag sem liggur fyrir í miðbænum, cirka? Já, eins og liggur fyrir en við verðum samt að breyta því eftir því sem að áhugi fjárfesta kemur að og það er bara mjög metnaðarfullt í rauninni. Takk fyrir það. Ellisti. Já, okkur finnst þetta mjög skemmtilegt og spennandi umræðefni. Ég meina það hafi verið fyrirhugaðar framkvæmdir þarna í, hvað er að vera 25 ár, eitthvað svoleiðis, síðan að rauði dreigillinn, 20 ár kannski, síðan að hann var teiknaði fyrst. Það er einhver ástæða fyrir því að við erum ekki búin að hefja framkvæmdir og það að reyna að laða að fjárfesta í svona mörg ár tel ég ekki vera okkur ekki rétt leið. Við viljum skipta verkefninu upp. Að sjálfsögðu þurfum við að hafa sterka þjónustu miðju í miðbæ Egilsstað. Við erum þjónustu samfélag og við þurfum að sinna því hlutverki.
En síðan þurfum við sem Egilsstaðabúar og sem svona ákveðin höfuborg í þessu sveitafélagi að búa til aðlaðandi miðbæ og þar liggja fram með tillögur frá okkur að við hreinlega bara rjúum þessa framkvæmda stöðun á því að byggja upp einhvers konar miðbæ og hefjum byggingu á ráðhúsi í miðbænum. Og ég veit að þú varst að spyrja út í fjármögnun og þar það bara svoleiðis að núverandi viðgerð á Lyngásnum, hún mun kosta okkur 300 milljónir og virði eignarinnar 500 til 800 milljónir og það alveg eitthvað ágætis fjármagn til að fara með inn í einhvers konar framkvæmd en að svo stöddu þá samt of snemmt að ákveða hvort við ættum í raun og veru að vera eigendur eða leigjendur að slíku. En við þurfum bara að hafa þori, til að hefja framkvæmdir og til að búa til okkar miðbæ, ekki bara bíða. Það hægt að vinna undirbúningsvinnu endalaust, en við skulum bara hefja þetta verkefni. Takk fyrir. Vaflisti? Já, spurningin sneri að straumi og hvort að við varum fylgjandi verkefninu eins og það kynnt. Sérstaklega straumi, já. Já, við náttúrulega sátum þennan góða íbúafund þar sem augljós svona andstaða myndi ég segja og gagnrýnisraddir komið fram vegna þessa skipulags og þá sérstaklega þessara nýju tillögu sem að núna komin upp í 176 bílastæði þar sem að göngustígurinn liggur í gegnum bílastæði planið hjá N1 og Netto og græn svæði og svona kannski notalegheit hafa dálítið fengið að víkja fyrir hagsmunum einkabílsins og þeim hagsmuni fyrirtækja sem á svæðinu. Þannig að ég held að það væri ákveðið glabræði að ætla bara að halda áfram ótröð á þessari braut. Ég held við þurfum enn og aftur að reyna að auka vægi íbúa þáttöku og lýðræðis í sveitafélaginu okkar og skoða þetta mál dálítið gagngert við erum með frábær fyrirtæki þarna og öflugt fólk á ýmsum svæðum á Egilsstöðum sem eru með ótrúlega góðar hugmyndir að því hvernig við getum gert þetta að raunverulega notalegum stað þar sem fólk vill dvelja á í staðin fyrir að stoppa bara aðeins og keyra svo eitthvað annað. Þannig að ég held að okkar framboð sé nú dálítið á þeirri línu að við þurfum eitthvað aðeins að endurhugsa þetta. Framsókn. Örstutt. Berglind sagði við erum tilbúin að breyta skipulaginu og verktakarnir fara fram á það. Ég alveg ósammála þeirri nálgun. Þetta á snúist íbúana miklu meira. Og svo sessunötu minn var ekki viss hvort að hún vildi að við leigðum húsnæðið eða ættum. Það þykir mér sorglegt hægri beygja hjá Austurlistan. Takk. Framsókn. Já, takk. Mér langar bara örstutt að því að ég fæ svo sjaldan, ég nýti svo sjaldan í aðra, en öll þessi bílastæði, þau voru sannlega á skipulaginu sem var samþykkt 2022. Þessi breyting, hún ekki það mikil að það sé verið að bæta eitthvað umtalsvert mikið af bílastæðum inn og allir sem áhuga hafa geta bara séð skipulagi sem hefur verið frá 2022 sem inn á straumur, mulaþing.straumur.is, eitthvað svoleiðis. En varðandi miðbæinn og hvað þarf að gerast þar. Við þurfum bara að vinna með það að byggja hann upp í rólegheitum. Það bara okkar mat. Það að fá fjárfesta borðinu myndi því að það þarf bæði að byggja upp allan miðbæinn í einu sem gæti náttúrulega farið langt fram úr húsnæðisstörf okkar eins og staðan í dag. Það líka flókið að segja að til þess að geta sé hægt að fara af stað þá þurfi lykilfjárfesta og þá kemur einmitt að þessu. Ætlar sveitarfélagið að byggja sér þarna ráðhús. Því miður erum við kannski ekki alveg þar stödd að við getum forgangsraða ráðhúsi umfram þau verkefni sem við þurfum að fara í, sem eru bara grunn- og leikskólar mestmegnis. Þannig að því miður og þá myndi ég segja já, það væri rosa gaman að byggja ráðhús í miðbænum en bara ég sé ekki á fjárfestingaráætluninni eða því fjármagni sem við erum að fjárfesta í ári, það sé bara pláss fyrir það, því miður. Og það kannski líka bara alveg hægt að segja það að Lyngásinn þarf að laga, það bara húsnæði sem við eigum og það viðhald sem við skuldum og við eigum bara að fara í það að laga hann, hvort sem við seljum hann á endanum eða ekki. En það sem er búið að gera núna það búið að setja á lista yfir lausa lóðir sem eru með fjölbýlishús nálægt húsasmiðjunni og síðan erum við búin að vera að velta fyrir og ég myndi vilja að bara setja þessar lóðir á lista yfir lausa lóðir og sjá hvort það sé einhverju áhugasamir sem að vilja taka eitt og eitt hús. Í sjálfu sér ég ánægð með þetta skipulag. Ég tel að miðbærinn sem að við þráum öll að sjá, hann ekki risinn. Það það sem við sjáum inn á straumur.is og ég get ekki alveg verið sammála Berglindi með það að væra tilbúin að taka miklum breytingum með að fjárfestar koma af. Ef við erum að fara að útluta lóðum þá verðum við þetta að halda í þá heildarmynd sem að á borðinu
og halda okkur við hana. En ég reikna með því að uppbyggingin geti tekið einhver ár og áratugi. M-listi. Já, allir við séum ekki svona meira á þeirri línu að útluta lóðum bara eftir gildandi skipulagi og sjá hvort að einhverju hafa áhuga á því að byggja. Og okkur finnst umræðan ráðhús svolítið kúnstug, menn komast nú ekki langt upp í jörðinu þarna í Mýrinni fyrir 300-500 milljónir, við eigum nú dæmi til að sýna það. Og við teljum bara áherslu sveitarfélagsins verði aðrar og þá í íþróttamannvirkjum uppbyggingu þar, frekar heldur en að fara að byggja ráðhús. Ég held að við ættum frekar að nota aðra fasteignir í sveitarfélaginu til þess og dreifa störfunum. Þannig að það er svona okkar take á það. D-listi báðum orðið örsnögt. Örsnögt, það er bara þannig, ég ætla bara að benda á að við erum náttúrulega ekki að fara að breyta þessu bara, þú veist, við gerum þetta í taktu skipulagi eins og það er og það er verið að tala um að breyta því þannig að séu minni lóðir, en ég ætla bara að segja í endan á götunni á þessu miðbæjarskipulagi er gríðarlega flott grænt svæði sem er gert ráð fyrir mjög fallegu svæði fyrir almenning. Það er ekki eins og sé bara verið að deilskipulagi og skipulegja og byggja bara einhverju stórhýsi og eitthvað. Þetta er bara á 2 hæðum og önnur hæð, ein gata og út í enda bara gríðarlega fallegt grænt svæði fyrir íbúana. Takk fyrir, ég held að spurningun sem svarað ellisti. Það hefur aðstæðu á okkur spjótni, viljið bregðast við eitthvað örsnögt? Nei, höldum áfram. Ok, gott mál. Sammála því. Það er spurt út í stefnu frambúðana í málefnum hinsegin fólks og það er sérstaklega spurt til miðflokksins hvort að frambjóðendur standi að baki þeim orðum sem að varaformaður flokksins hefur látið falla í opinberri umræðu nýverið. M-listi, þegar með ég byrja. Já, heyrðu, við skulum taka þetta. Nei, við tökum ekki undir slíka orðræðu. Við fögnum fjölbreytileikanum og við teljum að öll eigi jafnan rétt og fá að vera þau sjálf. Og í okkar fjölskyldum, vinahópum og nærsamfélagi er fólk alls konar og við fögnum því. Við stöndum við okkar eigin skoðunir og þær mótast ekki af skoðunum annara. Við erum með mikið að nýju fólki í frambóði og okkar skoðunir eru okkar eigin og við stöndum við það sem frambóð Miðflokksins Múlaþingi. Við gerðum það ljóst opinberlega nýverið með yfirlýsingu sem var samhljóða með frambóðum víða annars staðar á landsbyggðinni hvar við stöndum. Þannig að það er okkur afstæðið því. Svo ég ítaði það á þetta, hafið þið áhyggjur af þessum orðum varaformannsins? Nei, við höfum ekki áhyggjur á orðum hans. Við stöndum við okkar eigin orð og stöndum við lappirnar hvað við meinum og segjum. Ellisti. Já, þetta er ég held að sé engin vafi það hvar Ellisti og Viðreisn standi og við stöndum að sjálfsögða með fjölbreytileikanum alla leið. Mér finnst mjög áhugaverð nálgun samt sem áður að það er verið að beina spjótunum að samgöngumálunum og miðflokkurinn er beint með landsmálin í sinni stefnu í sveitarstjórnarmálum en segja sér síðan frá eigin stefnu í landsmálum hvað þetta varðar og ummælum þeirra flokksforystu og þetta er eiginlega bara spurning meira en fullorðing. Ég set spurningu við þetta að maður geti bara alveg klippt sig út, ekki getur við það gagnvart okkar ráðherrum sem fara fyrir samgönguáætlun. Takk fyrir D-listi. Já, við bara styðjum val allra og allir eru bara eins og þeir eru og þetta er bara fjölbreytileiki fólks og mér finnst ótrúlegt að við séum á þessum stað að þurfa að ræða þessi mál. Þannig að við erum bara öll eins og við erum og berum virðingu fyrir því. Takk. Takk fyrir vaflisti. Já, við erum náttúrulega bara þar og höfum alltaf verið að fólk á að njóta fullra réttinda og því hvernig það skilgreinir sig og það er bara okkar styrkur samfélagsins að við erum öll ólík en miðflokkurinn segir hér að þeir hafa ekki áhyggjur af orðum varaformannsins en það höfum við hins vegar. Við höfum bara miklar áhyggjur af þessari orðræðu og hvernig vegið er að hinseginleikanum í samfélaginu í ákveðnum hópum. Takk. Fransson. Já, þetta er bara bakslagið inn í sinni sýnilegustu mynd að við skulum vera að ræða þetta hér. En ég bara fagna að við skulum vera að ræða þetta og við skulum bara segja það og upp á borðum og vera stolt. Við erum bara öll eins og við erum, við fögnum öllum eins og þeir eru og við skulum bara alltaf taka þessu umræðu, tökum hana sem oftast og þá vonandi komumst við aftur á rétta braut. Takk fyrir. Það er spurt út í fjárhagsstöðu Múlaþings.
samkvæmt ásetningi þá var 370 milljóna tap á A-hluta sveitarsjóðs sem sá hluti sem raunverulega lögbundin verkefni almenn þjónusta, fjármunum með skatttekjum. Það hefur líka verið umræða fasteignagjöld. Könnun ASÍ sýndi að þau eru hæst á Egilsstöðum í fjölbýli. Hvað skoðun hafið á fjármálum sveitarfélagsins? Hvað teljið þið þörf á brýnum aðgerðum? Miðflokkurinn til að tala utanaðkomandi aðila til að rýna reksturinn. L-listi, þið hafið talað innkaupastefnuna. Hvernig horfið þið á fjármál sveitarfélagsins? L-listi. Já, staðan síðasti ársreikningur var ekki nógu góður og það var nú á ýmsum ástæðum, meðal annars kjarasamningar og uppreiknuð lífeyrissjóðsskuldbinding. Sko, við þurfum náttúrulega að fá öflugur atvinnulíf inn á svæðið til þess að það séu fleiri að axla þessa byrðar. Það eru hins vegar svona ákveðin jákvæð teikn á lofti í fjárhagnum. Það að koma, það svona í deglunni frumvarp að afnám fasteignaskatts, undanþágu á fasteignagjöldum af raforkumannvirkjum. Það mun aðeins breyta fjárhag þessa sveitafélag varanlega þegar og afverður. Svo var náttúrulega verið að breyta líka regluverki jöfnunarsjóðs. Hvernig það var Múlaþingi mjög hagfellt hvernig sú breyting var og kom okkar fjölkjörna sveitafélagi mjög vel. Þannig að það eru jákvæð teikn á lofti og þess vegna nú man ég ekki alveg hvað ég ætlaði að segja. Ég læt það duga bara. Já, ég skal bara taka aðeins við, en þú komst aðeins inn á það við viljum hagræða aðeins í innkaupastefnu, en við lítum á þetta sem tvíþætt verkefni. Við viljum ná fram hagræðingu því að við erum svolítið með börn, ungmenni og velferð í okkar stefnu, og til þess að við getum látið það verða veruleika þá þurfum við aðeins að hagræða, og við viljum ná fram 5-12% sparnaði í innkaupum, en við lítum líka á þetta sem sjálfbærniverkefni. Við eigum helling inni þar líka með tilliti til þess að efla atvinnulíf, og þar getum við skoðað til dæmis rammasamningana í innkaupum, geta verslað meira matvælum hérna á svæðinu og bara orðið sjálfbærara samfélag í heild. Og eins og ég koma inn á í opnunaræðinu, þá viljum við líka opna bókhaldið fyrir íbúum, og það bara aukir gagnsæi hjá okkur og veitir okkur sem erum í sveitarstjórn aðhald. Ég læt það duga. Sjáu þið einhvers staðar þarf að skera niður rekstri sveitarfélagsins? Sjáu einhvers staðar augljósan stað til að gera það? Ég myndi ekki segja það, nei. Það ekki mikið til í þessu sveitarfélagi, og við erum svolítið háð því sem Eyþór kom inn á að fá meira úr jöfnunarsjóði og fá fasteignagjöldin á orkuinnviðum. Eyþór vill fá orðið aftur sig? Östnögt. Já, af því að það sem ég var að fara á henni þegar áður en athyglisbrestur kikkaði inn var að við teljum að það sé ákveðið svigrúm til þess að lækka fasteignagjöld í ljósi þess að markaðsverð, af því að þetta allt tengt við markaðsverði fasteigna, að þá hækkar þetta og hækkar þó að prósent sé lækkuð, og nýja regluverkið það búið að afnema þetta að það að lækka álagningarhluta á fasteignagjalda það hefur ekki lengur áhrif á það sem við fáum frá jöfnunarsjóði. Það var þetta sem ég ætlaði að segja og glemdi. M-listi, þið hafið talað um fjármálin. Hvað sjáu þið fyrir ykkur? Hafið þið áhyggjur af þessu stöðu? Hvað viljið þið gera? Eru þið með einhvers staðar, sjáu þið ykkur ákveðna aðgerðir sem viljið ráðast í þeim? Ekkert að skera niður, og hvar? Sko, við náttúrulega höfum sett það fram að við viljum fá óháðan aðila til að taka út rekstur sveitarfélagsins, og okkur finnst það ekki óeðlilegt á þessum tímapunkti, núna 6 árum eftir sameiningu. Reksta niðurstaðan hjá A-hluta eða samstæðunni heild, hún var jákvæðan 224 milljónir og var gert ráð fyrir 670. Það margt sem liggur hérna undir, það náttúrulega kjarasamningar og staða þeirra í haust, hlýtur að vera öllum áhugjefni.
og eins og staðin í dag þá eru forsend ákveða kjarasamninga virkjast í haust að öllu óbreyttu og það að rýna reksturinn til að sjá hvernig við getum farið betur með greitt niður skuldir, farið kannski inn við uppbyggingu. Ég held að þetta sé okkur öllum hollt að horfa á þetta svona og ég held að þetta sé gott að fá utanaðkomandi aðila til þess. Það er rétt sem Eyþór segir, það er við honum bjart inn í framtíðina ef að þessar tekjur af orkumannvirkjunum koma, en ég myndi nú kannski ekki alveg treysta nú þetta stjórnendur til þess að svona, já, treysta því að þetta væri að detta í hús, við skulum sjá, en við viljum skoða þetta betur áður en við og taka til í reksturnum áður en við förum að gera ráð fyrir þeim tekjum. Eru þið með skoðun fasteignagjöldunum? Það er náttúrulega bara grunnatriði til þess að geta lækkað fasteignagjöld og annað slíkt, þá verðum við að taka til í reksturnum miðað við stöðuna sem er í dag. Handbært fé í sig á sveitarfélaginu var komin í 254 milljónir í lok ásins. Það var 423 í byrjun ásins. Og það eru bara allar ytri aðstæður sem að valda því við þurfum að horfa á þetta. Við komumst ekki hjá því. Takk fyrir þetta B-listi. Þið að tala að lækka fasteignagjöld á næsta kjörtímabili, hefði ekki verið hægt að gera þetta fyrr? Jú, við erum búin að vera að lækka fasteignagjöldin. Við erum búin að lækka og erum komin niður í 0,45. Ef við förum niður í tveim skrefum kannski niður í 0,40 þá erum við bara til jafns við Fljótsdalshrepp og Fjarðabyggð sem ég held að væri bara afar fýsilegt að vera samkeppnishæf við nágranna sveitarfélögin okkar. Þá geta Fljótsdalingar loksins farið að flytja í Egilsstaði. Vertu velkomin. En sko, ég held að í fjármálunum erum við nú öll býsna sammála. Mér finnst þetta rosalega gott hjá miðflokksmönnum að planta þessari spurningu eins og þeir séu þeir einu sem séu með það á stefnuskránni að vilja skoða einhverja hagræðingu í rekstri. Ég held að séu stefnuskránni hjá okkur öllum, en ég held að sé algjörlega eðlilegt eftir 6 ár að setjast niður og fara bara yfir stöðuna, fá einhverja úttekt, vera með nýjan og sprækan fjármálastjóra og ég held að það væri bara mjög gott að við rýnum yfir þetta og það er alveg rétt eins og kemur hér fram. Við erum ekkert eitthvað sveitafélag sem er svo vel statt að við megum ekki við því að líta aðeins í eigin rekstur og við verðum með þetta að gæta okkur að þessar ytri aðstæður getur bara verið mjög hættulega fyrir okkur og það þýðir ekkert að treysta á auknar tekjur fyrir þær eru komnar í hólm sko. Og við erum búin að láta okkur dreyma þessar tekjur af orkumannvirkjum sko, frá því Kárahnjúkar voru reistir. Þannig að það er nú löng biðin búin að vera þar eins og eftir öðru sem við stólum á ríkið með. En burtséð frá plöntuðum spurningum og ekki plöntuðum, 370 milljóna halli á A-hluta. Já. Það er áhyggjefni, er það ekki? Jú, sko það var áhyggjefni þá, en eftir að regluverki jöfnunarsjóðs var breytt og við fáum 300 milljónir króna meiri tekjur á ári, þá náttúrulega bara breyttist það því að nú er tekið mið af því að sveitafélag geti verið dreifsett eins og við. Það er bara dýrar að reka sveitafélag eins og við erum með, af því við erum svo dreifsett, við þurfum að reka skóla víðsvegar langt í burtu og það er bara dýrara. Og þess vegna var þessi breyting á regluverki þó sem að ríkisstjórnin gerði okkur til gagns og bara hjálpaði mjög mikið. Ef að það hefði ekki gerst, þá hefði við þurft að vera að rýna verulega alvarlega í stöðuna. Vaflisti, ykkar sýn á fjármál Múlaþings? Já, Jónin að auðvitað er það áhyggjefni að niðurstaðan varð 360 milljónum króna tap en átti að vera 6 milljónir. Það er eins og það horfir það til betri vegar vonandi. Við erum ekki að lofa að lækka fasteignagjöldum. Við sjáum ekki, við viljum okkar grunnhugmyndir svo að við höfum fjármagn til þess að jafna byrðarnar í samfélaginu og við getum ekki lækka skatta mjög mikið til þess að hafa eitthvað á milli handanum til þess. Eins og það vonastu ég nú til þess að það verði hægt að lækka fráveitugjöldin sem er hluti af fasteignagjöldunum á þessu ári því að við erum svona að verða komin fyrir vind í þeim málum. Þannig að vonandi lækka heildarútgjöld fasteignaskatts á næsta kjörtímabili. Takk. Takk. Á ekki bara délist eftir þessari umferð. Það eru fleiri með atlisbrest heldur en Eyþór. Mátt ekki gleyma okkur. Herðu, þetta er mikið rætt og það er bara mjög gott út af því að við þurfum að passa upp á fjármálin. Ég ætla bara að minna á það að við erum sameinað sveitafélag og sameiningaframlag, við fengum sameiningaframlag með sameiningunni og hún var þannig að það var gríðarleg innviðaskuld í öllum þeim
sveitarfélögum, eða kannski ekki öllum, í flestum innviðaskuld og gríðarlega skuldir og við áttum að nota þetta sameiningaframlag til þess bæði að fara í gríðarlega öfluga innviða uppbyggingu og borga niður skuldir og við höfum gert hvora tveggja. Þetta var í ákveðin ár og svo trappast þetta niður. Við höfum verið að fá tæplega 300 milljónir á ári og í ár fengum við bara 88 milljónir. Ég vil koma inn á það varðandi áhyggjur og viðbröðu núna. Mér er bara fínt að því að vera alltaf að skoða reksturinn og fá utan að komandi aðeila til að rýna hann, alltaf til í það og maður á alltaf að vera til í það. En í rauninni til þess að bregðast við þessum tölum, þetta er fyrirsjáanlegt að þetta minnkaði. En breytt reikni líkan jöfnunarsjóðs. Það er akkurat eins og Jónína kom inn á að við höfum bara fengið miðað við íbúafjöldan okkar og við séum bara eitt sveitafélag, nánast með eitt kjarna, að við vitum það að kemur ekki nóg fjármagn í rauninni með því. Það að þessi tekið tillit að við erum í svona mörgum kjörnum, þurfum að vera með skóla öllum stað og alla innvið uppbyggingu, það kostar bara. Og við hefum bara lagt áherslu á það að gera vel í innviðu uppbyggingunni. Þannig að þráttur að hafi lækkað núna í þetta ár, þá bara lögðum við áherslu á það að halda áfram myndarlegri uppbyggingu innviða. Varðandi bæði það að það lækkaði framlagið þetta mikið, en svo er það líka varðandi utanaðkomandi þátt eins og verðbólgan. Bara gríðarleg verðbólga eins og við öll finnum bara. Og með hverju prósent sem fer umfram áætlanir þá er það 50 milljónir sem við borgum og svo er það auðvitað kjarasamninga kennara sem við gerðum ráð fyrir 4%, endur í 12%, þannig að og lífeyrisskuldbindingar og þetta er bara mörg atriði sem eru þess valdandi að þetta ár kemur svona út en þetta er einskiptis aðgerð. Þannig að við höfum bara farið í gríðarlega margt. Við fórum með nýjum sveitarstjóra í breyttum skipuritinu. Þar er líka bara aðhald og stuðningur við stjórnendur og við sjáum það að það veitir heldur ekki að því. Það eru margir sem að átta sig ekki á, geta ekki alveg skoðað og fara eftir rammanu sínum og það við þurfum bara stuðning og fræðslu og passa það að allir séu innan ramma. Þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur en auðvitað lítur þetta svona út en ég tel að íbúar í okkar fjölkjarna samfélagi hafi verið ánægt með það að við héldum okkar fjárfestingum áfram og fjárfestingar áætlun næsta árs lítur mjög vel úr. Takk fyrir þetta. Tökum hraðaspurningu. Byrjum á framsókn. Hvaða loforð ætlið þið ekki að gefa vegna þess að það teljið ekki raunhæft? Hverju ætlið ekki að lofa af því þið teljið ekki raunhæft? Ég bara Fjarðaræðargöngum. Nei, það er bara svo margt. Okkur látum við dreyma alls konar. Já, Nýsundlu og Seyðisfjörð, við treystum okkur ekki þá þessu kjörtímabili og þykir það mjög miður. Það er sannlega erfiðast að það skuli ekki vera inn á fjárfestingaráætlun. Hvað flysti? Já, við ætlum ekki að lofa að lækka fasteignagjöld og reisa ráðhús og líka bæta kannski þjónustu en kaupa samt í heimabyggð en skera samt niður í innkaupum. Ég held að við ætlum bara að halda áfram að einbytta okkur að veita góða þjónustu og við vitum að hún kostar en hún fer líka til þeirra sem þurfa á hún að halda. Takk. Takk fyrir. Listi. Ísbjörn í hreindýragarðin. Af því það myndi éta hreindýrin þá, er það þessi óttist? Listi. Þetta er meiri spurning. Sko þegar að framsókn maður geta ekki einu sem svaraði, sko þá veit ég ekki einu sem hvernig ég var að reyna að byrja, sko. Þetta er fíknefnalaust Ísland eða eitthvað líka, sko. Já, gott að það ekki að lofa til ekki alltaf að fara í þá landspolitík. Listi. Ég leifa Ívar að svara. Það kom það þegar ég fekk að svara maður. Herðu, hver er það ekki lofa? Ég held að við höfum bara verið mjög hóflegir í okkur loforðum og passa okkur því að það er dálítið freistandi að lofa miklu fyrir kosningar og ég er svona að reyna að hugsa eitthvað sem ég er að tegja eins lópanakunum, þú verður bara að gefa mig það. En ég meina við erum auðvitað bara, ég held að við munum, ég veit bara ekki meir, sko. Nei, herðu, við höldum bara áfram. Fara að síga settlutana að sjá okkur tökum smá knippi viðbót. Það er mikið spurt
en ekki spurt mikil áheyrður þeirra á afstöð til orkuframleiðslu og kannski sérstaklega vindorku vera á hálendi. B-listi, ef þið viljið byrja á að bregðast við þessu. Og við minnum ykkur á að hafa svörin hnitmiðuð. Já, sko það sem á okkar mati nauðsynlegt að gera að það þarf að ákveða stefnu fyrir sem gildi bara allt landið og það var komið að stað og hefur verið í vinnslu en það hefur ekki náð að klára það. Það væri mjög æskilegt að ná því fram að bara hvar við viljum virkja og hvar við viljum ekki virkja. Ég held að svari hjá okkur augljóst, við viljum virkja á þegar röskuðum svæðum, helst nálagt einhverjum vassafli fyrir vindmyllurnar og ef að það þörf á vassaflsvirkjunum þá þarf bara að vera þá hreinu í hvaða tilgangi það vera að reisa þær og hvert orkan fer og helst að orkan nýtist þá innan okkar sveitafélags. Ná ég þá að spanna þetta. Já. Af því að hún minnst á vindorkuver eða vindmyllur eins og Jón kom inn á, það vantar bara skýran ramma hvernig hlutinni mega vera. Viljum við fá vindmyllu í bakarinn hjá okkur eða má þetta vera einhvers staðar annar staðar? Þetta ekki til staðar í dag og þessu þarf að kippa í liði. Takk fyrir L-listi. Já, spurt orkuöflun og vindorku. Eiður kom nú eiginlega með það sem nú mikilvægast að halda til laga í þessu og það bara virkilega mikilvægt að áður en menn fari í einhvern svona cowboy business á góðri íslensku að poppa upp með vindmyllur hingað og þangað að það sé skýrar leikreglur af hálfu ríkisvaldsins í þessu. Sveitafélagið, við fórum tvö ferðalög einu sinni til Danmerkur og einu sinni til Noregs og ég fór nú með í ferðina og þá voru þeir að lýsa það sko þekkt í þessum bransa svona NIMBY vandinn, sem líka góður íslensku not in my backyard. Danir sem sagt vilja hafa vindmyllur bara ekki í bakarinn hjá sér og það bara mjög auðvelt að heimfæra það á Ísland. Þannig að já, það þarf bara skýrt regluverk og bara velja svæðin vel og að sjálfsögðu nýta orkuna innan sveitafélagsins og helst að þið opinberast sé að afla orkunar en ekki einhverjir aðilar. M-listi, hver ykkar sýn á vindorku vinnslu? Við viljum nýta orkuna hér á svæðinu til uppbyggingar og atvinnuuppbyggingar í Múlaþingi og við viljum fara varlega hvað þetta varðar, vernda það sem verðmætt og nýta auðlindir af skynsemi og uppbyggingi þarf alltaf að gagnast nær samfélaginu bara beint, þannig að og varðandi vindmyllurnar að við myndum nú allavega eins og hér hefur komið fram hafa einhverja svona landsáætlun í því og okkur líst nú held ég ekkert allt og vel á það að vera að tróða þessu allra síst á einhverja fjölfarna ferðamannastæði þar sem að fegurð lífsins og náttúran blasir við. Við viljum ekki láta þetta eyðileggja fyrir okkur möguleika. Takk fyrir. D-listi. Takk fyrir. Byrja bara stökt á vindorkuna sem komið fram, þetta varandi svona, hvað segir maður, ramma fyrir ríkinu. Hvort sem það þá skipulagsrammi eða tekjurammi líka þá fyrir sveitafélögin. Persónulega ég ekki spenntur fyrir þessu, en það höfum við frekar vilja horfa til vatnsaflsvirkjana og það eru bara hugmyndir nokkrar þannig, sumar hafa hlotið svona frá okkur þannig ákvæður umsagn, aðrar ekki og við teljum það bara vera bara heilla þetta fyrir okkur að fara að horfa frekar til vatnsins með við höfum þá möguleika. Ég held að við fara að horfa til sólarorku hérna á héraði, mér finnst það eitthvað vanviti, ég held að það sé eitthvað sem við ættum að selja. Það bara, magnið að sólun bara þannig að það sé bara nauðsynlegt að fara að skoða þetta. En svona öllu gríni sleftu þá líka bara, við þurfum líka að vera tilbúin að hjálpa fólki að grípa tæki sem fylgja þessari orku. Það möguleiki að fara hér í iðnað eða hvort sem það grænni iðnaður eða eitthvað annað og það bara verkefni sem við höfum verið að berjast fyrir dálítið lengi núna síðan það komið ljós með spennusetningu á nýju tengjurkju við Hryggstekk og opna þessa möguleiku fyrir að afhenda hér orku og ég held að sé bara tækifæri fyrir okkur að við notum okkur eigin orku. Takk fyrir. Vaflisti, viljið þið bíða eftir ríkinu eða viljið að sveitarfélagið taki frumkvæðið? Já, það náttúrulega hefur komið hérna fram að það vantar regluverk en það vantar hins vegar ekki orku.
það er ekki orkuskortur á Íslandi og oft talað þetta orkuöryggi, en raunin hins vegar sú að eins og með virkjun, eins og Hamarsvirkjun, að það getur raunin bara aukið truflanir á kerfinu. Við erum náttúrulega bara skilgreinum okkur út frá því að vera náttúruverndar framboð og erum eina framboð hér með skýra stefnu í þessum málum. Við viljum náttúrulega bara ekki vindmyllur eða vindorkugarða og við setjum bara stórt spurningamerki við mikið af þessum virkjanaframkvæmdum sem eru hérna á borði sveitafélagsins. Það er virkjana áhlaup í Múlaþingi. Við erum bara með mjög stóran hluta ósnortinnar náttúru í Evrópu hér í okkar sveitafélagi og því fylgir ábyrgð. Þannig að við viljum ekki Hamarsvirkjun, Gilsárvirkjun, Geitdalsvirkjun, en við getum hins vegar alveg fagnað þessu með Hryggstekk og það er náttúrulega bara mjög lýsandi að þarna hafi verið 50 megavött sem voru bara ekkert í notkun því að enginn vissi hvað átt að gera við. Þannig að, og við fagnum bara líka stækkun Lagarfossvirkjunar, þannig að það er ekki eins og við séum á móti öllu, en við viljum vernda náttúruna og viljum ekki vindmyllur. Eruð með sólinni? Alltaf með sólinni. Herðum, það er spurt stefnu í frístundamálum barna og ungmenna öðrum en í hefðbundnum íþróttum, til dæmis lista, og það er spurt út í stefnu varðandi félagsmiðstöðvar, hvort að þeirra starfsemi sé nógu góð, þeirra aðstaða sé nógu góð og hvernig sjáum við fyrir ykkur að vinna með hana. Ef við byrjum á vaflista. Já, stefna í íþrótt og tónstundumálum öðrum en svona hefðbundnum íþróttum. Við höfum náttúrulega dálítið talað fyrir því að í styrkja kerfi sveitafélagsins eigi að vera rými til dæmis ekki bara fyrir afreks íþróttir, heldur til dæmis fólk sem að skara fram úr í námi eða öflugt í félagsstarfi eða stundar einhvers konar aðrar tómstundir. En þetta næri náttúrulega bara til ákveðins hluta. Það þarf náttúrulega bara að gera mikla gangskur í til dæmis aðgengismálum og þáttöku barna með fatlanir í íþróttum. Á landsvísu er það hvað 4% sem er náttúrulega bara ótrúlega lág tala og við ættum alveg að geta gert betur þarna. Til að mynda mætti náttúrulega sækja í ákveðna styrki til þess að bæta aðgengismál hvað þetta varðar. Rétt eins og bara aðgengismál svo sem annar staðar í sveitafélaginu. En við höfum líka talað mikið fyrir því að það þarf að vera framboð bæði í þessum kjörnum og Egilsstöðum sem að hentar ólíkum einstaklingum. Við erum eins og fram hefur komið bara öll ólík og það bara virka ekkert allir vel í hópstarfi. Þannig að það þarf að leggja áherslu á þetta og styrkja bæði þar sveitafélagið bara reyna styðja við uppbyggingu á svona óhefbundnu íþróttastarfi með því að gera fasta samninga og eða finna húsnæði fyrir þetta og svo þurfum við kannski bara að líta dálítið á það frekar þannig út frá þessum lýðheilsu vinkli sem að við tölum fyrir. Takk fyrir, við voruð félagsmiðstöðna, vildu þið bregðast þeim bara öllsnögt? Hver var spurningin? Það spurt í stefnu varðandi tómstundir annara barna aðra en íþróttir og það var líka spurt út í aðstöðu félagsmiðstöða. Já, félagsmiðstöðunar eru náttúrulega bara að vinna mjög gott starf í þessum kjörnum og það hefur aðeins verið fjallað aðgengi barna að þeim, varðandi bara akstur til og frá og það er tilraunaverkefni í gangi með það. Ég held að við þurfum alltaf bara dálítið að vera á tánum með að tryggja að öll börn í sveitafélaginu hafi jafnan aðgang að þessu óháð ytri aðstæðum. En það er kannski ekki mikið meira, svo vil ég segja hvað það varðar. Takk fyrir D-listi. Já, takk fyrir. Við þurfum að efla alla þessa flokka sem við komum inn á og talandi félagsmiðstöðarnar að það er náttúrulega bara gríðilega margir krakkar sem að koma þangað sem kannski finna sig ekki í íþróttum og þess vegna þurfa félagsmiðstöðar að vera gríðarlega öflugar og við þurfum líka bara varðandi þá uppbyggingu og tryggja að þetta sé gott starf og góður aðbúnaður. Þá þurfum við bara að vera í samtali og samstarfi varðandi aðra eins og börn með sérþarfir og fleiri. Það eru til dæmis tilraunaverkefni í gangi, allir með sem er gríðarlega mikilvægt og vonast til að gangi mjög vel og þá má líka nefna til dæmis eins og sólina sem er gríðarlega mikilvægt fyrir börn með sérþarfir en við þurfum að koma við alla þessa málaflokka og gera vel þar í samstarfi við þá aðila sem standa að þeim.
og það er kannski bara ölstökt að bæta við við höfum líka dálítið bara pélum sem eru með óhefðbundnar íþróttir, hvað sem er rafið deilt hattar, sem ég veit að ófáir vita af. Við erum með start sem er gríðarlega öflugt unglega starf, motocross og snjósleða. Við erum með þristin sem er í svona óhefðbundnum íþróttum, náttúruskólan og annað. Þannig að það er ekkert bara fótbolti, körfubolti og fimleikar. Við erum með margt annað og við þurfum bara eitthvað að draga það fram á annað þannig að allir getur fundið sitt svona hlutverk að sinna áhugasvið. Takk fyrir þetta, Emilisti. Já, ég ætla að taka hans undir mig í varðið, þetta er alveg rétt sem hann segir. Við erum nú þegar með gríðarlega fjölbreytt starf hérna og hér sérstaklega þá kannski hér á Egilsstöðum. Hvað við eigum að gera til dæmis á Djúpavogi og Seyðisfirði. Við þurfum einhvern veginn að nálgast þá krakka betur og auka bæði aðgengi þeirra hinga til okkar og eins líka mögulega að koma þjálfurum bæði niður á Djúpavogi og á Seyðisfirði. Við erum íþróttabær. Ég veit ekki hvort allir gera sér grein fyrir því. Við erum rosalega mikill íþróttabær. Fólk sest hérna með börn af því við erum með þetta úrval meðal annars. Við erum góða skóla, góða leikskóla og við erum íþróttabær. Það hangir meira á þessu líka. Samstarf milli skóla, félagsmiðstöð og íþróttafélag þarf að aukast. Kröfurnar sem eru sett á íþróttafélag af hálfu opinberra aðila eru mjög miklar. Þjálfarar í íþróttum eru að taka sér hlutverk, það eru koma krakkar með allskyns vandamál sem þarf að leysa undir þeirra og fylgir ekki stuðningu til dæmis. Það er mjög mikið álaga á þjálfara hér í íþróttum. Annað sem ætti að gera þessu samhliða, það er til dæmis að íþróttafélag getur tekið að sér heilsueflingu eldri borgara, komið þar að. Ég held að við getum gert margt hérna og við þurfum líka að teygja okkur yfir á aðra staði og bæði auðvelda aðgengi og færa okkur nær þeim. Takk fyrir B-listi. Við viljum hækka frístundastyrkinn svo við komum einhverju kosningalofur að hérna. Þetta er dálítið flókið og ég held að eitt af því sem kemur á daginn núna eftir sameiningu 6 ár er að við þurfum svolítið til dæmis að skoða þetta aðgengi barna í íþróttum og við vitum það að börn á Seyðisfirði sækja ofboðslega mikið íþróttir hingað upp eftir og okkur hefur ekki gengið að fá starfsmenn í þá Seyðisfirði og við þurfum bara að skoða aðrar aðferðir og það er spurning hvort að það ætti þá að fara í skipulegan akstur að einhverju leyti og reyna að nýta þá fjármunina betur í það og það þarf auðvitað bara að taka þessar ákvarðanir í samráði og samstarfi við fólk og foreldra og íþróttaiðkendur á þessum stöðum. Það liggur alveg augum uppi, það verið flóknar að vera með skipulegan akstur frá Djúpavogi til dæmis og náttúrulega bara alls ekki hægt að bjóða upp á það á vetrartímann. En þetta er líka bara spurning dreifbýlið. Hvernig ætlum við að nálgast þessar áskoranir í dreifbýli og við höfum til dæmis talað fyrir því að þetta er kannski mögulega endurskoða skilgreiningu á skólahverfum til að reyna að nýta betur skólaaksturinn og einhvern veginn þurfum að finna fjármagn í að keyra börnum til og frá í tómstundir og það er bara ansi flókið. En ég ætla bara að segja að framboðið af íþróttum tómstundi hér er mjög gott, sérstaklega á Egilsstöðum. Og það er bara mjög mikilvægt að við vinnum með því og reynum að styrkja það og gerum góða samninga við íþróttafélagin þannig að þau geti haldið áfram sínu starfi og með því að hafa veitt fjármagni til framkvæmdastjórar Hattar að þá vonumst við nú til þess að það létti aðeins á bæði foreldrum og þjálfurum og öllum þeim sem að koma því að skipuleggja þetta starf dagstaglega. Þetta er gríðarlega mikil vinna sem fer í þetta og oft bara sjálfboðaliða vinna og það er mikilvægt að sveitarfélagið stígi svolítið fastar inn í þetta og ég held að það sé bara komið tími til að endurskoða hvernig við ætlum að reyna að nálgast þessar áskoranir. Örstugt félagsmiðstöðarnar, varst þú komin að þær? Já, félagsmiðstöðarnar eru, í Seyðisfirði erum við náttúrulega að fara með félagsmiðstöðuna inn í grunnskólan eða verður fyrir ofan íþróttahúsið í framhaldi af því. Félagsmiðstöðarnar okkar eru í svo sem alveg ágætis málum og það er náttúrulega líka spurning ef við erum heppið með starfsfólk hverju sinni þá náttúrulega eru félagsmiðstöðarnar alveg frábærar og standa sér rosalega vel. Ég held að húsnæðin séu nú öll bara í alveg ágætis málum en það má alltaf gera betur þar og það verður þá líka bara gott að fá hugmyndir frá þeim sjálfum. Takk fyrir það, Ellisti. Já, ég byrja bara á félagsmiðstöðunum þá eru þær vitaskuld mjög mikilvægur vettvangur forvarna í sveitarfélaginu og mikilvægt að starf þeirra sé eins öflugt og hægt er og ég held að það veri Ásrún sem að kom inn að það var mjög miður varandi akstur fyrir börn og Fellabæ í félagsmiðstöðunum á Egilsstöðum þegar hann datt niður en ég held að það sé nú komið fyrir hotn.
Það ýmislegt sem hægt að gera til þess að efla. Við erum með okkar stefnuskrá að vilja styrkja frístund- og íþróttastarf í samstarfi við íþróttafélög og aðra hagsmunaaðila. Það hægt að gera með ýmsum leiðum. Inn í fjölskylduráði erum við búin að þróa svona ákveði verklag hvernig við útlutum styrkjum til tómstunda á hálfu sveitarfélagsins, og þar eru bara ákveðin tækifæri til þess að styrkja svona, af því að var ekki verið að spyrja svona annars konar íþróttir. Þar er svona vettvangur fyrir jaðar íþróttunar að koma inn meðal annars með því að auka þar í, og svo eru við með rafíþróttir, hugaríþróttir og sem að eru jafnframt mjög mikilvægar. En það er eitt sem að ekki mjög miður sem að við erum ekki ennþá búin að koma í lag hjá okkur. Það er bara hvernig við styrkjum íþróttafélagin okkar. Við höfum talað mjög mikið það, og sérstaklega ég, að sko við komum á einhverju reiknireglu hvernig við ætlum að vera. Það ber ennþá á að margt er mjög mismunandi milli byggðakjarnanna. Það er til dæmis, við getum nefnt sem dæmi, sko ekki að þetta sé eitthvað sem þetta er bara dæmi misræmi. Það greiddur hálfstæða framkvæmdastjóra fyrir neist á Djúpavogi, það er ekki á Seyðisfirði, og svo erum við með núna nýlega búin að taka upp að greiða framkvæmdastjóra laun í Hetti. Þannig að mér finnst að vera komið tíma það að við tökum þessi íþróttumál föstum tökum og komum á einhverju reiknireglu, eða ég kalla það reiknireglu, einhverju formi það hvernig við ætlum að hafa þetta til frambúðar þessi mál. Takk fyrir. Við erum komin í lokin. Við skulum fara eina hraða spurningu lokin. Í lokin, og ég tek fram að seinni hlutin af henni er eins og hún var sendin í kerfi hjá okkur. Þess að spurtum við afstöðu til bæjarstjóra. Hvað þið ætla að gera bæjarstjóra, hvort þið séum bæjarstjóra efni jafnvel. Og seinni hluti sem var spurt af kæmi Gunnar Gunnarsson ritstjóri Austurfréttar í greina. Þetta er eina spurningi sem ég ætla að svara fyrir ykkur í kvöld. Hann kemur ekki til greina. Listi, þið fóðu að byrja. Förum bara þvert yfir svið. Það var hvert á bæjarstjóraefnið? Já, erum við bæjarstjóraefni, já. Ekki ég, en við erum ekki með bæjarstjóraefni. Við reiknum bara varandi núverandi bæjarstjóra, þá ef hún treystir sér til þess að vinna með okkur að þeim málefnasamningi sem við myndum ná fram, kemist við í þá stöðu að mynda meirihluta, þá held ég að við séum alveg til í að vinna með henni eins og hverjum öðrum. Hvað flisti, bæjarstjóri? Nokkuð spurning? Já, það hefur ekki verið komið að máli við mig, þannig að ég get ekki svarað hvernig ég myndi bregðast við en nei, það kemur bara vel til greina að halda áfram sama bæjarstjóra. Það er mjög dýrt að skipta bæjarstjóra, gríðarlega. Við getum ekki allavega bæði lækka fasteignagjöld og skipta bæjarstjóra. B-listi. B. Ég hef nú reynslu af því að vinna með núverandi bæjarstjóra í því starfi sem ég að hætti í, og fráfarandi bæjarstjóra, þar að segja Birni, og þau voru báðir mjög fínir bæjarstjórar mínu viti, auðvitað með ólíkar áherslur, en við allavega á lista Framsóknar getum vel hugsað okkur að vinna með núverandi bæjarstjóra áfram. Þannig að við erum ekki með neitt bæjarstjóra efni, en auðvitað þarf alltaf að taka snúninga þessu eftir kosningar til þess að sjá hvernig línur leggjast og meiri hlutar myndast. M-listi. Já, við hjá M-lista höfum ekki neitt sérstakt bæjarstjóra efni fram að færa, og við myndum bara sjá hvað kemur upp úr kjörkossunum og síðan fara og ganga þá væntanlega til einhverja samninga ef við komumst í einhver efni til þess, en ella myndum við náttúrulega bara huga því hvort að sá bæjarstjóri sem hér er fyrir passi inn í það púk, eða hvort að þyrfti að auglýsa eftir nýjum. Það er bara myndi ráðast að því hvaða sáttmáli myndi nást. Takk fyrir. Takk fyrir á D-listi. Já,
Það er nú gott að eiga lokaorðinu þessu fundið, það ekki? Við gefum ykkur reynda lokaorð en hérna... Nei, ok, ég er að stríða. Þetta var okkar áhersla að ráða hana inn og við réðum hana inn. Hún Dagmar Stefánsdóttir, hún standa sig gríðarlega vel, enda alveg upp svona, í því umhverfi með öflugt atvinnulíf og vera dálítið svona töff. Við höfum þurft á því að halda í öllum okkar málefnum, stóru málefnum fyrir sveitafélagið og það væri bara glaðað ef fólk ætlaði sér ekki að halda henni áfram að halda baráttunni þannig að okkar staða er skýr að við höldum henni áfram. Ekki spurning, takk. Takk fyrir, ég ætla að gefa ykkur bara tækifæri í lokin á bara mjög stuttum lokunum til að kveðja og þakka fyrir og byrjum á delastu göngum hérna yfir borðið. D. Tökum bara þvert yfir. Það er loku orð. Nei, nákvæmlega. Bara þakka fyrir fundin og við erum bara sækjumst eftir stuðningi. Við teljum að við séum búin að standa okkur vel, við erum algjörlega skýr varðandi okkar áherslur og það er mjög erfitt hvort sem það sé nýr sveitarstjóri eða með öfluga meirihluta sem hefur starfað núna og auðvitað hefur það líka verið þverpólitískt en við stýrum allavega öflugri vegferð sveitafélagsins og í baráttu okkur gagnvart ríkinu núna að þá bara erum við ákveðinni því að standa okkur gríðarlega vel áfram. Takk. Takk fyrir. Emlisti. Já, við erum teymi fólks úr sveitafélagin okkar sem býður sér fram til góðra verka. Við leggjum áherslu á jákvætt hugarfar, samvinnu, aukið samtal við íbúa og atvinnulíf. Við búum yfir sterkum vilja til þess að þróa samfélagið okkar áfram. Það eru ýmis tækifæri til vaxtar í Múlaþingi og miðflokkurinn er tilbúin til að fylgja þeim eftir af krafti. Tækifærið er núna, XM. Takk fyrir, B-listi. Já, þessi kosningabarátta hefur verið töluð og hún sé svona frekar litlaus. Mér finnst þessi fundur búin að vera litríkur og skemmtilegur og ég ætla að vona að það hafi hjálpað kjósendum að ákveða sig. Eins og ég fór yfir áðan og þá bjóðum við okkur áfram til góðra verka og við vonum bara að þið setja X við B á kjördag. Takk fyrir VG og óður. VG og óháð, já. Við viljum skapa gott samfélag í sátt við náttúru og íbúa. Og við erum náttúruverndarframboð sem að setjum lýðheilsu og velferð í forgrunn. Ef að það samræmist þínum gildum, kæri kjósandi, þá myndum við vera mjög þakklátt fyrir þitt atkvæði. X við VAF, 16. maí. Og L-listi. Já, bara takk fyrir að vera þetta með okkur í kvöld og fyrst og fremst viljum við hvetja alla kjósendur til að nýta kosningaréttin. Það er afar mikilvægt fyrir okkur öll sem hér sitjum að þið mætið á kjörstað, þannig ég vil leggja sérstaka áherslu á það. Síðan langar mig að vekja athygli á að málefnin okkar eru á okkar miðlum, Austurlistinn Viðreisn, bæði á Facebook og Instagram og það er hægt að finna vefsíðun okkar, greinarnar sem við höfum sendt út og svo vonum við bara að þið verðið með okkur í liði á kjördag og setið X við L. Takk fyrir. Takk fyrir hönd Austurfréttar, Austurgluggans. Þakka ég ykkur fyrir fundin, bæði frambjóðendum og áhorfendum. Við vonum að hann hafi verið fróðlegur. Ég vil líka þakka framboðun fyrir samstarfið, Múlaþingi fyrir húsnæði og tæknimönnum okkar Hjalta og Heiði frá Tókatækni, sérstaklega því án þeirra væri þessi útsending ekki möguleg. Takk fyrir, gott kvöld.